Já, komið þið sæl á þessum sólríka sunnudegi, sem ég skilst að sé svona indalt veður bara land allt, eða mest allt. Hér alveg ótrúlegt að hérna 22-23 stig hiti og glaða sólskin. Þannig að þáttun okkar verður svona styttri vegna þess að það er svolítið erfitt að fá fólk einmitt vegna veðursins. En við fengum í staðinn fyrir hálfgert landslið, Lára Súlíma Ómarsdóttir, almannatengill, Jakob Bjarnar Grétarsson, blaðamaður og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Verið öll velkomin. Takk fyrir, gaman að koma. Já, gaman að fá þig og íhugur. En hérna, horfðu þið á Eurovision í gær, byrjuð þar? Nei. Ekkert? Ég gerði það ekki heldur. Jú, ég horfði á það. Alveg ég var bara svo þreytt þessuna. Þú veist, ég er blaðamaður. Ég bara loka ekki, ég tek ekki tjöldin fyrir og segi bara, ég vil ekki vita þessu. Nei. Hvað varstu að fjalla Eurovision? Við erum bara fjallin, þetta er búin að vera fjallin. Nei, ert þú með greinarinn á Vísi Eurovision? Nei, en maður veit aldrei Gunnar Smári, maður verður að setja sig inn í málin og nú er ég til dæmis búin að komast að því að það er eitthvað verulega gruggugt við þessa atkvæðagreiðslu og bara, sko, ég er ekki komin langt í rannsóknum mínum en sko þetta var alveg ótrúleg atkvæðagreiðsla. Ísrael var eitthvað lala í þessum dómnefndum, ég skil ekki þetta fyrirkomulega almennilega. Svo koma áhorfendur með sitt og þá er það bara fullt hús. Ég man ekki hvað þau fengu, 230? Nei, ég held að vera 296 las ég. Já, 296, 300 10 sinnum meira en Ísland. Já, við erum... Nei, við vorum með 33. Nú, já, ok. Og við skjótumst þarna bara upp, þau skjótast þarna upp í efsta sætið. Og síðan kemur þessi sérkennilegi frá Austurríki. Austurríki, já. Og tekur þetta á endarsprettinum. Þetta fór eins vel fyrir Ísrael og hægt var að hugsa sér. Þau hefðu ekki getað fengið betri útkomu út úr þessu. Já, það er nú Austurríki. Það hefði verið sko, eins og Egill Helgason benti nú á Facebook og ég er sammála. Það hefði nú eiginlega bara riðið þessari keppni svo gott sem á slík ef að Ísrael hefði unnið þetta. Því þá hefði það hreinlega neytt þjóðir Evrópu til að taka afstöðu til þessa, hvað svo sem verður nú eftir ár, við skulum nú vona þessu bara linna þarna stríðinu í Palestínu, eða stríðinu, ég veit ekki hvað það var. Þetta er þannig að Austurríki svona bjarga bara á línu, sko. Boltið var bara á leiðinni í markið, þeir bara bjarga á línu, þeir rétt fara upp fyrir Ísraelmenn. Já, og mér skilst sko að, þeir eru mjög ákafir í þessu Ísraelsmennir og og ég skil ekki akkur að kjósa 20 sinnum. Hvað er það? Hvað græðgi er það? En mér skilst að einn Það er bara peningar, er það ekki? Einn aðeins verið upplýsa það að hann hafi verið með atkvæðarétt í Ísraelsmaður í 3 löndum. Hann með 3 vegabréf þá? Já. Það er ekki vegabréf, það er bara 3 síma. Já, nákvæmlega, og vera með einhvern reikning. Já, símareikninga. Þar voru bara komin 60 atkvæði til Ísrael. Þannig að sko það að vera að tala að þetta sé ekki pólitísk keppni er náttúrulega algjörlega gaggalega það eru bara nýtsamir saklýsingir sem að halda það. Þannig að mér þótti þetta afar athyglisvert. Ég var bara úti í gær, bara úti í garði þangað til sólin settist. Þess vegna, kveikti ég ekkert á sjónvarpinu. Ég bara, það er sól, það er gott veður, það verður ekki aftur svona gott veður í sumar held ég. Og ég er bara úti. Ég ger alltaf eins, ég horfi á íslenska framlagið ef ég næði, sko, sem fatt að koma réttu tíma og svo stigagjöfina. Já, en sko, ég er með lítið krakka, 4 ára, og hann vildi sjá lagið, íslenska lagið, þannig að hann fekk að horfa á það náttúrulega, og svo vildi hann horfa á það aftur og aftur, þannig að hann horfði á það 3 svar á lagið, sko, bara okkar, engan á hann einu öðru. Og þessi strákar eru sætir og skemmtilegir og eru búin að vera skemmtilegir að núti, þessi væpstrákar, og þeir eru með skemmtileg TikTok sem er bara, já, ég held að þeir hafi komið okkur öllum á óvart, svo sem, af því að þetta var ekki endilega lagið sem við heldum að... Lagið er náttúrulega ömurlegt og stólið beint frá einhverjum ísraelskum raulara. Það er skemmtilegt atriði. Það er málið, sko. Mér finnst íslenska framlagið afskaplega dæmurt. Þetta er svona eins og skemmtun í 12 ára bekk bara eitthvað þar. En þetta er á Íslandi þessi keppni rosalega mikið fyrir börn. Í gær, þá mæti ég konu sem var að leiða stráka þeim aldrei að hafa tannlaus.
og hann segir við mig, ætlar að horfa á Eurovision? Hvað sagðir? Ætlar að horfa á Eurovision? Og ég sagði já, ég líka. Þannig að þetta er svona. Þetta er svona og það er búið að vera að spila þetta lag og leikskólanum. Krakkar eru auðvitað að læra þetta. Skilur við, geta allir sungið með, alveg bara niður í 2 ára. Og veist, ég var með 2 barnabörn heima í grill í gærkvöldi og svona, önnur 2 ára og hinn 3. Og veist, þessi 2 ára alveg dansa með, þú veist, þetta er bara svona lag. Þetta er bara svona skemmtiatriði. Mér fannst það frábært, mér fannst það bara mjög gott svona frá okkur og það var eins með dóttur mína sem er 2 ára og hún alveg vaggaði sig með eins og þessi bátur og þeir voru flottir einmitt þeir voru líka með sko búninga, þeir voru með lag af því að þetta er náttúrulega sýning þannig að atrið þarf að vera svolítið sýning. Það mæta nú allir í búningum með lag. Já, en sko þetta var sjó, en sko munið bara, þú veist, þetta var náttúrulega svolítið vandræðilegt þegar Hatari fór, vegna þess að þeir voru með BDSM-búningan, nei, ég veit ekki hvað það kallast, og þá voru börnin alveg bara, já, og maður alveg bara, sko, einhverjar ólar, skiljið, þú veist, þannig að núna kom væp og, já. Krakkar vildu bara fara í BDSM-búningar. Já, og þetta var alltið þetta er meira svona átt við pólapöng, skiljið, þetta er bara höfða til krakka. Já, og er ekki vandræðilegt fyrir... Og þetta er barnaskemmtun aðalega, fjölskyldu skemmtun aðalega, sko. Já, þannig, en ég sko horfði ekki á þetta, en það er nú eiginlega einmitt kannski keimlíkum ástæðum. Það var bara sól úti og Eurovision tapaði samkeppninni við sólina, sko, heimja mér. Og Ég hef ekki horft á þessa keppni í mörg ár og það kemur... Nei, en ég er nefnilega ekki mikið Eurovision konan til að byrja með, sko. Ég gerði þetta bara að börnin voru lítil fyrir þegar ég eiginlega. Já, það er eiginlega nákvæmlega eins. Ég var hins vegar rosa mikið Eurovision kona, en svo var það, já, maður á nú kannski ekki að segja, það var sko atriðið hans Pál Óskars, af því hann er náttúrulega frábær söngvari, en þegar ég var 7 ára þá var ég bara, þetta er nú eitthvað, og ákvað eftir það að ég væri, kannski væri þetta ekki fyrir mig, sko. Og eftir það hef ég einhvern veginn ekki verið svona mikill Eurovision aðdáandi, sko. Það var náttúrulega eyðilögð ekki það flottur söngvari, sko. Talningi var í gamla daga að koma bara stig frá hverju landi og það fylgst með þessu. En núna er einhvern veginn, ég kemur einhvern veginn stig frá hverju landi, svo kom eitthvað svona bara að vera sturtað eitthvað svona í lokin. Sem er ekki svona... Sem eiga að vera sem atkvæði áhörenda. Hitt er dómnefnda. Það er ekki svona þessi uppbyggjandi spenna sem að var áður, eða ég veit ekki. Ég horfði ekki... Þetta eru orðið svo mörg lönd, held ég, það sé vandamáli. Það stigagjöf myndi bara taka marga klukkutíma. Það voru 13 lönd sem að fengu fleiri stig frá almenningi heldur en Ísrael. Hvaða lönd voru það? Það er bara mjög mörg, sko. Það er náttúrulega Austurríki og Eistland og Svíþjóð og Ítalía. Ekki frá almenningi? Ekki frá almenningi, Gunnar Smári? Nei, frá dómnefndinni. Já, það munar miklu. Sviss fekk náttúrulega ekkert frá almenningi en allt frá, og að niður bara Finnland og Holland og Lettland og Þýskaland sem að fengum meira frá dómnefndinni, þannig að þeir að segja að Mossad hafi sko dælt inn í gennum símkerfið. Það er Mossad. Ég sagði nú ekki Mossad, en... Þú varir í Ísrael og við þurfum að svindla Eurovision, hvað ringjur í? Þú ringir í Mossad. Og það var eitthvað sem að var að byrja þetta að áður en það var eitthvað breytingar á atkvæðagreiðslunni í gennum síma, að þá hafi Ísrael fengið svona ofta svona kannski 55-60% af sínum atkvæðum frá almenningi, en eftir það var það bara 90%. Þannig að það hefði bara... Þannig að þetta blasir við í raun og veru. Þeir vilja sýna fram á það að þessi bara fámennur minnihluti sem er Eipa Gogg á Vesturlöndum, almenningur á Vesturlöndum styður Ísrael og þjóðamorðið á Gaza. Og það er verið að nota Eurovision til þess að... Það er bara nákvæmlega það sem er að gerast og það blasir við. En ætti samtök Evrópsku sjónvarpsstöð þá ekki að fara og rannsaka þetta? Það lítur að finna út úr þessu. Það finnst mér. En þeir eru ekki að fara að gera það, held ég, sko. Þetta eru náttúrulega aumingjar með hór upp til lópa. Það lítur út fyrir það, sko, að Ísrael hafi mjög, stjórnvöld Ísrael hafa mjög sterk ítök greinilega innan EBU, það er nokkuð ljós. Og það er bara liður með hörku, öll andspyrna eða bara svona það sem sagt er Palestínu í tengslum við þessa keppni, það er lamið niður með mikilli hörku og menn fá bara áminningu og ég veit ekki hvað. Það voru nú einhverju handtekinn með þess að það ekki er, sko. En eflaust er eitthvað svona, en hins vegar þessi almenningur í Íslandi, hann gefur
flest atkvæði. Og það ekki að því að lagið hafi verið gott fólk bara ekki. Það eru pólskur minnihluti hér sem kýs. Og við myndum halda með þeim fyrir ekkert Ísrael til dæmis. Líklega fólk að greiða atkvæði svona bara með hvað löndu halda. Fólk ekki að hlusta á þetta. Sum náttúrulega að gera það. Ég greiði bara eftir í hvað lag mér þykir best þegar ég verið að horfa á þetta. Sum fólk alveg virkilega áhugasamt alla atriðin, öll lögin, við allir heitt. Við kjósum alltaf Norðurlöndin. Nei, ég kýs ekki endilega. Ég að segja almenningur á Íslandi. Við gáum reyndar Svíum 12 stigum. Svíjar og... Þeir veit aldrei okkur, sko. Það sjaldast. Við fengum bara 0 stig frá öllum dómnefndum. En svo hin liðin á peningum. Jú, já, frá dómnefndunum. Frá dómnefndunum bara 0. Já, það rétt. Þetta var niðurlæging dauðans. Ég ætlaði bara að skjóta því að það náttúrulega, það vill svo til að gyðingar eru dreifður mörg land. Þannig að auðvitað getur Mossad gert þetta, en að svona undir eðlilegum kringumstæðum myndum að reikna með því að þetta væri góð keppni fyrir Ísrael. Af því að það var svona hollusta gagnvart Ísrael víða í London, sko. Höfugt við Ísland, sko. Við snúum nú peningna við. Og þá það bara Gaza. Við erum sko, það sagði við mig hérna, viðmældi minn á miðvikudaginn að bara hefði fellt tárið að horfa á þetta. Þetta sé alveg bara mikið á fólk lagt að fylgjast með fréttunum. Þetta svo bersýnilegu viðbjóður. Þetta bara að vera að fremja þjóðir hreinsanir bara fyrir fram að nefið okkur. Já, og það sko innbökku líka smábörnum og það bara, og svo sprengja líka sjúkrása sem eru að reyna að hlúa þeim sem eru kannski búin að missa útlím og fleira. Þetta alveg viðbjóður. Það hefur verið að þurrka út Palestínum. Já, ég veit. Já, það yfirlýst markmið. Já. Og það verið gert. Við veitum þetta af því að við höfum oft talað þetta hérna og þá kemur oft fram svona að Ísland hvað getur við gert og þá hef ég til dæmis oft sagt að Ísland bara leggja af stað í einhvern leiðangur, bara og tala við Írana og fleiri þar sem við vitum að mikill stuðningur meðal almennings við málstað Palestínumanna og leggja af stað í því að búa til einhverja samstöðu gegn þessu hryllingi. Og ég verð bara að hæla ríkisstjórninni fyrir að hafa gert þetta. Af því að við erum ofta að gagnrýna hérna, þá erum bara að segja það. Við erum meiri í því. Já, og það eru stigin hann einhver skref. Þetta er ekki komið þannig að það sé einhver sigurinn í þessu, en það bætist við lönd. Fyrst komaður 6 og svo komið 1 í viðbót og það möguleiki að það bara haldið áfram og síðasta ályktunin var gerð af frumkvæði Íslendinga og mér finnst þetta bara stórkostlegu bati frá ríkisstjórn Katrínar og Bjarna. þar sem að Bjarni var bara með yfirlýstan stuðning við Ísrael í þessu. En við erum náttúrulega einn fárra þjóða sem að viðurkennum Palestínu sem ríki. Þess vegna ber okkur skylda. Já, nákvæmlega. Af því að fyrir okkur er þetta innrásinn í land sem við erum búin að viðurkenna sé sjálfstætt ríki, sem er öfugt við langt flestar aðra þjóðir í Evrópu. Það er bara ekkert, svo Danir að viðurkenna ekkert Palestínu sem ríki, skilur. Og þeir taka ekki einu svona móti flóttamönnum frá Palestínu af því að Palestína er ekki til. Þú veist. Og það er engi flóttamenn í Danmörku frá Ísrael heldur, sem er ógeðslega skrítið, þú veist, af því að það kemur náttúrulega flóttafólk frá Palestínu til Danmörkur, þá bara skráðu þau sem eitthvað annað, sko. Það geti ekki verið flóttamenn frá Ísrael heldur, það er ekki fallegt á pappír. Fyrir Ísrael, sko. Já, þetta er svolítið merkilegt, sko. Þannig að já, og þess vegna ber okkur skylda, af því að við erum búin að viðurkenna þetta ríki, þá hljótum við að standa með því. En svona hvað okkar samvisku varðar, að þá eins og Smári var að benda á, það er þó sko skref í áttina þegar að forsætisráð og utanríkisráð okkar eru að gera sig gilda sko í umræðin þetta. Sérstaklega þeir að koma yfirlýsingar kannski bara með 3 vikna millibili, það vinist vera þessi verið að vinna í þessu. Já, ég segi það. Þeirra framlag er bara það verður að stoppa þetta, okkur ber skylda til þess. Já, ég bara, veistu, ég er einn af þeim sem að fylgist ekki með stríðsfréttum, sko. Ég get bara ekki þannig fréttaflutning. Það er bara svona myndir sitja í mér, sko. Þannig að saman hvort það sé stríðið þarna eða stríðið, þú veist, Rússland og Úkraína. Þessi stríð sem er búin að í gangi í Afríku sem er mörg hver alveg ógeðsleg með þessum, þú veist, morðum og barnahermönnum og þú veist, þetta er bara, stríðið er bara svo ljót
Þannig ég alveg svona, ég verði eiginlega bara að hlífa hjartanu mínu og einhvern veginn halda mig frá þessu. En þetta á Gaza náttúrulega ennþá ljótara vegna þess að þarna bara engum hlíft. Já, við fáum líka bara svo mikla fréttir af því. Við fáum ekki mikla fréttir af því sem er í gangi í Afríku, við fáum ekki, og fyrir mitt leyti sko, það sem situr svo mest í mér sko, vegna sem með stríðin einhvern veginn getur maður verið bara, þetta er alltaf sama stríðu, það er alltaf ógeðslegt. En mér finnst ennþá bara Afganistan og ástandið þar, það er alveg eitthvað sem ég er bara skítrætt við, vegna þess að aftur sko, þetta er svona dæmigert með að maður eitthvað minn, fólk hefur alltaf farið í stríð og þau eru ógeðsleg, en ég hélt aldrei að það gæti gerst það sem gerðist í Afganistan. Að þú veist, að það væri bara árið 2025 staðan þannig að konur eru með minni réttindi en kettir, sko, skiljiði. Mér finnst það hræðir mig alveg stórkostlega mikið og þegar ég hitti, að því svo hef ég rekist, bara þú veist, tekum maður leigubíl og ég rekist á nokkra sem eru að keyra og eru frá Afganistan, bara flottir ökumenn, bara ekkert út af þá að sitja og skutla mér alltaf heim örugglega á ratt, þannig ég er mjög ánægð með þá. En þeir vilja aldrei tala við mig Afganistan, þeir tala mikið við mig Ísrael og Palestínu og svo þegar ég fer að spyrja það úti, já en hvernig er í gangi á Afganistan, þess að það svona situr svolítið í mér, að þá vilja ég bara ekki tala það. Og ef eitthvað hefur einn til tveir sko sattum með þetta sé bara einhver áróður, vestræn áróður. Sé bara lygi? Þetta sé bara lygar þessar fréttir sem eru að koma þann. En nú vitum við betur. Við vitum betur. Já, en þetta er viðbjóður. En þetta er svona ótrúlegt með alls konar svona atriði, því að svo, þú veist, það er bara eitthvað minn, eins og ég segi. Ég kannski forðast sérstaklega fréttirnar með myndunum af börnunum og mæðrunum og öllu þessu, en þetta með Afganistan, það er bara, ef við getum farið svona langt aftur. Það sé engin möguleiki á því að þessi lygi eða þessi þjóðarmorð í gangi í Ísrael. Nei, ég er bara að segja að þetta er sorglegt ástand í heiminum. Að stíga upp og stjórnvöldum okkar ber að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að stoppa. Það er samkvæmt alþjóðalögum. Og ef við gerum það ekki, ef stjórnvöld standi ekki upp og gera allt sem í þeirra valdi stendur til að stoppa þetta, þá eru þeir að brjóta gegn alþjóðalögum. Þá eru að segja sig úr þessu samfélagi sem við töldum að gæti haldið einhverjum kontról á samskiptu ríkja og það væri mikið skjól fyrir smáríki að hafa svo veist einhverju alþjóðalög og virðingu fyrir þeim sem að hvorki Bandaríkin eða Ísrael virða á nokkurn hátt. Okkur ber að verja þetta nema við ætlum bara að kveiki í þessu og yfirgefa bara mennskuna. Þetta er bara það. En við erum byrjuð að gera eitthvað, það er bara... Þetta er ekki, eins og ég hef sagt þetta með Eurovision, þetta er ekki eins og þeir eru að horfa aftur og hvort að þjóðir heims hefðu átt að taka þátt í Ólympíuleikunum 1936. Þetta er eins og að væri að taka þátt í það sem að fólk bara mætir beint út úr slátrunni í Auschwitz, upp á svið. Þetta er þannig, Það er, þú veist, 1936 gastu sagt, þú veist, ég vissi ekki, mér var ókunnugt það, en það getur engi sagt það í dag. Það sem mér finnst, fyrst þú nefndir aftur Eurovision, þá finnst mér bara svo mikil hræsni fólkinni því að banna einni þjóð að taka þátt út af stríði, en ekki annari. Og þykja svo vera ópólitískt. Ef þú ert ópólitísk keppni, þá bara með að Rússa vera með líka. Ég skil ekki, þetta er það sem er algjörlega óskiljanlegt með þessa keppni. Ég fór á Austurvelli í gær, það var Páll Óskar, mikill sérfræðingur í Eurovision. Hann sagði að þessi staða væri einfallega að Ísrael hefði bara borgað sig inn í keppnina og þeir fjármögnu svo stóran hluta af henni að sambandið evrópskra sjónvarpsstöðva sem að líklega eru bara fjölmiðlar sem að standa höllu fæti eins og að þeir bara væri komnir svo langt í það að þykja eitthvað stuðningan að þeir gæti ekki baka út úr þessu. Er það ekki eins bara með Frakkland og England og hverjar eru eftir þjóðanar? Frakkland, England, ekki tengt Ítalía, Ítalía og Spánn og Þýskaland. Og Þýskaland, þeir fá alltaf að fara inn vegna þess að þau eru borga mest. Nei, þau stofnuðu keppnina. Já, og borga mest líka. Þetta er hugsað sem að það er svo stór hlut, þetta er fjölmennustu þjóðirnar og það er horft á það að ef þær detta út, að það dettur svo mikið niður áhorf á þessu að auglýsingasamningar og eitthvað falla. Þannig að fjölmennustu þjóðirnar og Ísrael er ekki með þeirra, fjölmennustu þjóðirnar hafa þetta fríkart þarna. En samband, EBU, European Broadcasting Union, samastendur ekki af fjölmiðlum sem að standa höllum fæti, vegna þess að þetta eru bara ríkisrekni fjölmiðlar. Þannig að þeir eru allir að fá pening frá ríkinu til þess að reka sig. Það er þrengja af þeim öllum, Já, en þú veist hvað ég meina. BBC er ekki svipur á sjón sem það var áður. Það er búið að þrengja þeim alveg, vissulega, en þetta er samt ekki, þú veist, einhverju litlir fjölmiðlar, þetta eru allir stærstu fjölmiðlar Evrópu, Ég hef alltaf haldið þetta að vera þannig að þau væru sem sagt
þau sem letu mesta peninga inn í EBU og fengið frímiða í staðinn. Nei, þetta eru þjóðirnar sem eru sko 40 milljónir og meira. Að ef að þær þetta út, að þá bara fellur áorfið á þetta. Það er svona að fara þar inn. Það er enga 40 milljónir sem búi í Ísrael, sko. Þar hefur þeir borgað sig bara inn. En það er sem að minn sérfræðingur í Eurovision, Páll Óskar, og ég veit ekki alltaf þið að Ég ætla ekki að fara að reysa Þetta verður ekki þá dul. Nei. Hann veit bóttið meira þetta en ég. Það er nokkuð ljóst. Það segir svolítið sko, heiminn sem við lifum í, að þetta skuli viðganga. Sko. Að glæparíki geti bara keypt svona keppni og allir svona bara eitthvað þegar sætta sig við það. En ég meina þetta bara líka, það er hægt að kaupa allt, virðist vera, og það var hægt að kaupa forseta Bandaríkjanna, já, hann fekk bara menn með sér í lið sem eiga bara ógeðslega mikið pening og bara geta hjálpað honum að verða forseti Bandaríkjanna, skilurðu. Það virðist allstað að vera hægt að, ef þú átt pening, ef þú átt alveg ógeðslega mikinn pening, þá virðist þú geta gert allt sem þið dettur í hug, bara. Hvernig er þetta hérna heima? Það er alveg. Einhver sem er ógeðslega mikla peninga, eru þeir að stýða stjórnmálaflokka? Haldið það? Það var náttúrulega breytt einhverju reglum með það. Það er búið að breyta reglunum núna. Það er ekki svona eins og við fengum miklu lengra en allir aðrir, sko. Við þrengtum rosa mikið af þessu. Já. Ekkert mál. Og bara áfyllt á kennitölulegur. Þetta er 500.000 eða eitthvað sem áfæði ekki. Var 400.000. Já, ég ætla að koma núna með alveg svona hot take, sko, í þessu. Ég held að það sé hægt að kaupa, þú veist, það oft tala um þetta, já, bara keypta atkvæðin og svona. Peninga komaði bara svo langt. Svo þarf að hafa eitthvað annað, sko. Já. Og bara fyrir mitt til minni kosningabaráttu, þá fór ég í oddvitaslag, var bara með 10 milljónir, sem er ekki mikið fyrir oddvitaslag í Sjálfstæðisflokknum. Og 6 vikur, hafði eiginlega enga tíma heldur með að við mótframbjóðanda minn, sko. En mér tók samt að komast alveg ótrúlega nálægt því að fá fyrsta sætið. Og það var ekki út af því að ég var með svo mikið af peningum, sko. Það var alveg, það var bara að það þurfti eitthvað annað. Já, ekki spurning. Þegar allt kemur til alls, þá er bara sama, þú veist, hvað þú átt mikinn pening, og þá er eitt atkvæði á mann. Þannig að þú þarft að hafa eitthvað sem að höfða til fólks þvert á, sérstaklega á Íslandi, þvert á, samfélags, bara þvert á alla. En í Bandaríkjunum er ekki eitt atkvæði á mann. Það er nefnilega svolítið skrítið, sko, að þar hefur fólk orðið forseti en ekki með meirhluta atkvæða almennings á bak við sig. Þetta er bara fulltrúasæti, þannig að það er öðruvísi kerfi. Þannig að þar er vissulega hægt að en svo held ég í Bandaríkjunum að það hafi þetta líka, sko, snúist svolítið um það að þú varst með eins og við bara Íslandi, verðbólguna og allt þetta og svo varstu með utan bæjan, utan borgana, ótrúlega mikið af litlum bæjum og stöðum og alls konar og það var enginn einhvern veginn að tala um þau eða við þau, almennilega nema bara repúblikanar voru bara, já, við ætlum að koma hérna og tryggja það að þú sett með nóg mikið pening til þess að kaupa mat, við ætlum að lækka verðbólguna og bla og bara gera þitt líf betra og það var held ég bara þannig að sko húsmóðurinn sem að er með 3 krakka og maðurinn er að vinna og hún er að vinna líka og hún býr í ykkur húsi eitthvað staðar í ykkur húil eitthvað staðar og hún var bara hvað þau eru að tala hvað heitir þetta abortion rights sem er íslensku þungunarrof svo réttindi og sem er alveg mikilvægt en hún er alveg enn í þar að kaupa matandi börnunum mínum þannig hún hefur bara verið að vikta þetta svona og það gleymist líka að þetta er eins og með bara okkur öll við erum í einhverjum flokkum eða hefum stutt einhverja flokka og svo líka manni misvel við kannski formenn eða einhvern í þessari forsvarsveit en þú kýst alltaf flokkinn sko og því að þú hugsa með herru hér erum við bara með stefnumálin og viðkomandi það nú bara að fylgja þeim þótt að þessi stundu fá þetta líka sko og ég hugsa bara að þetta hafi verið í alvegni ekki síst það að hvort, það hafa alltaf verið einhverjir sem hefur verið nöpi Trump í republikanaflokknum alveg 100% en þeir kjósa samt republikana og republikanar voru að tala við fólkið sem að tikkar í þessi fulltrúasæti
ólíkt endilega borgunum þar sem að demókratar voru sterkari. Stjórnmál í Bandaríkjunum, það kennst enginn getur ekki komist á fylkisþing á þess að selja sál sína auðvasta fólkinu. Það er inngangan í það að fara í stjórnmál. Og ég vil ofta neinu og það var í upphafi þessara aldar að það voru fellt niður takmarkanir á því að auðvast fólk gæti stælt inn peningum inn í stjórnmálin og stjórnmál í Bandaríkjunum eru bara ónýtt. Það á við öllum sviðum og það á við öll mál sem er í gangi, segjum þess eins og þungunarrof, að þá er það bara keyrt inn óheyrilegar upphæðir inn í einhverjum fylkjum þar sem er möguleiki á að fella réttindi kvenna, þá er bara dælt inn stjórnlausum upphæðum til þess að sveigja alla umræðuna sem að dugar þó ekki til þess að fá almenning yfirleitt fer því gegnum þingið á minnihluta vilja almennings en þingmennirnir sem eru svo háðir þessum peningagjöfum og það að ef þú ferð gegn þessu afli að þá náttúrulega bara ertu búin að vera í repúblikanaflokknum og demókrataflokknum. Þannig að það er meiri hluti þingmanna sem oft er kosin vegna þess að búið að svindla í öllum kjördæmunum þannig að andstæðingurinn honum bara safna saman öllum atkvæðum hans að henni nýtast ekki. Þannig að það komið meiri hlutin í þingið og þingmennir fá í skjóli svona auglýsinga, fá skjól til þess að hleypa lögum í gegn sem hefur gegn vilja almennings. Og þetta, Bandaríkin eru bara lýðræði í Bandaríkjunum. Ég held að sé bara, þið getur bara, ef maður talar við stjórnmálafræðinga eða félagsfræðinga eða svona alþjóðastofnanir sem eru fylgjast með lýðræði heiminum, þeir segja að það sé bara mjög vafasamt að tala að sé lýðræði í Bandaríkjunum í dag. Samkvæmt einmitt svona staðli sem er búin til, Guardian held ég sé með frekar en einhver annar, þar sem þeir bara mæla lýðræði í löndum heims og þá eru Bandaríkin ekki með lýðræði. En það, ég alveg. Þeir ná ekki inn á listan. Það er bara þannig. Þeir eru í 27. sæti og ná ekki inn á topplistan sem er það sem þykir ríkja alvöru lýðræði og sem betur við við þar. Þetta eru mælingar áður en að Trump kom, Já, og þetta er gert okkur einasta ári, þeir ná ekki hérna inn. Vá, veistu af hvað ástæðan? Það er aðalega út af þessu peningum. Peningöflin stjórna svo rosalega í alræði auðvaldsins. Það er ekki hægt að, getur engin venjuleg manneskja farið og boðið sér fram sem forseta til dæmis eða til þings og þú þarft að vera með eins og annars bara óheirilega. Lyfjafyrirtækin ráða lyfjalöggjöfinni, það voru einhver lögum sem var verið að slaka á eftirliti með eiturefni í matvælum og svona, það er bara vegna þess að matvælaframleiðendur ráða matvælalöggjöfinni. Þetta er náttúrulega bara fallið lýðræðisríki í Bandaríkin. En ég held nú... Bara fáránlegt að horfa til þeirra eins og það séu eitthvað lýðræðisríki. Já, en nú hafa... En vald þeirra og áhrif eru svo mikil, En það sýnir sig kannski best í því að þetta er alltaf einhverjir skarvar komnir á grafabakkann sem eru í frambúði. Gamla liðið á peninginn og það stýrir því hverjir eru þarna. Ungt fólk hefur bara ekkert um þetta að segja. En eitt sem ég velti fyrir mér í þessu samhengi, bara svona í sögulegu ljósi. Þú veist, peningar hafa alltaf verið, bara peningöflin, ef við ætlum að orða það þannig, hafa alltaf verið ríkjandi í Bandaríkjunum og kannski bara gott dæmi það þegar að peningarnir voru mjög ríkjandi og sterkir var þegar að það var verið að taka þennan slag bara þrælahald. Væntanlega. Og það voru náttúrulega rosalegi peningar í því að koma frá Suðurríkjunum að halda í þrælahald, væntanlega. En samt tókst nú eitthvað með að afnema það. Þannig og það er eins og ég segi, þannig sem að í sögulegu ljósi, þú veist, ég er ekki að segja það að peningar hafi ekki áhrif, þeir gera það, augljóslega, auðvitað. En þeir ráða ekki öllu. En Bandaríkin hafa verið rosalega bara verið að veikjast þegar það hafa brotið niður kerfisbundið verkalýðshreyfingin. Við sjáum það bara í dag að það eru leifar af verkalýðshreyfingu í svona gömlum greinum. Það er meðal kennara, bílaiðnaðurinn, Hollywood. Það er engin verkalýðshreyfing á Amazon og Starbucks og þessu þjónustu hagkerfi sem hefur tekið við. Það var bara, það er búið að setja lög að það er næstum ómögulegt að stofna verkalýðsfélag. En eins og ekki bara að þú segir að peningar sé ekki alveg allt, og það er rétt að einhver leiti náttúrulega, því að eins og til dæmis núna ertu með Trump og mér fannst það að því að mér fannst það svo gott á Elon Musk að eyða öllum þessum peningum í að koma Trump á í forsetastól, svo kemur Trump og með einhverja hagfræði sem enginn skilur og ákveður að setja bara tolla á allt úti og allt í einu bara er Musk bara virði hans, hann er bara að tapa bara
milljónum á dag, sko bara milljörðum á dag og hann bara eitthvað og svo kemur hann bara einhvern stjórnarfund og bara, heyrðu, þú veist, Trump bara, ég styð hann ekki lengur og mér fannst það svo geggjað, ég var eitthvað svo bara Hvað er hann að segja þetta? Hann sagði það á einhver stjórnarfundi hjá Tesla af því að, þú veist hann bara, út af því að bréfin og hann bara fór sér satt í það bara hvað gagnrýna Trump alveg á fullu og náttúrulega endaði svo sem með því að Trump setti pásu á tollana líklegast út af þessu, sko en, þú veist, mér varst bara pínu gott á Musk sem hélt að hann myndi bara geta verið með Trump bara svona hann fattaði bara ekki að Trump alveg jafn mikill narcissisti og Elon Musk þannig að, þú veist, tveir svoleiðis komnir saman í herbergi það er eitthvað skrítið Það er ekki fyrir þangæðin Það er verið að skrúa við nefndum þungunarrofsréttindi, það er verið að skrúa niður alls konar borgarleg réttindi, það hefur verið að þrýsta háskólanum að taka upp stjórnarstefnu, þetta er svona sama hefur verið gert í Tyrklandi gegn fjárframlögum, það hefur verið að skrúa niður fjárframlögum til þess að fjölmiðla sem höfðu ríkisstyrki, hérna NPR og þetta sem að, ég veit ekki hvað er mikilvægt en það er samt verið að gera það. Þannig það hefur verið að beygja allt kerfið undir vilja sko miðstjórnarinnar sem bara ríkisstjórnarinnar og við hefum náttúrulega búið að beygja Hæstarétt undir þessa stjórnmálastefnu. Það er búið að vera kerfisbundið að setja fólk sem er þekkt fyrir það að taka pólitíska afstöðu með eiginlega gegn það sem hefur verið bara, mannréttindi bara átt að síðustu 50-70 ára gegn frelsisbaráttur svartra og frelsisbaráttur kvenna. Það er bara mjög ókvænleg þróun í Bandaríkjunum finnst mér. Þetta er að gera svo hratt. Þetta er bara ástæðan fyrir af hverju það er svo mikilvægt að minnka veldi ríkisins. Já. Jísus Krist. Það er bara ástæðan fyrir því. Það er bara að setja öll völdin til, það er auðvaldið í Bandaríkjunum sem er að koma svo breytingum á. Þeir eru að brjóta niður ríkisvaldið sem er vald almennings gagnvart auðvaldinu. Þeir eru að reyna að minnka ríkisvaldið þannig að þeir fá að stjórna öllu og þú sér að lausnin sé svo að bara fara leið Trump. Leið Trump er ekki að reyna að minnka ríkisvaldið, þú veist ekki að segja að maður er að nota ríkisvaldið gegn háskólum. Það var Elon Musk að gera hjá honum. Þau voru að reka fólk, þau mættu með velsægir á fundi til þess að sýna þau hvernig það bara höggva niður ríkisvaldið. Þeir eru að brjóta niður sko allt sem hefur verið byggt upp til þess að verja kjör almennings. Þeir eru á móti almenni heilbrigðistryggingu. Þeir eru á móti sko almenna skólakerfi. Þeir eru búin að leggja niður menntamálaráðuneytið af því að þeim finnst það að vera einhver kommunista áróður. Er þið búin að leggja niður menntamál? Já. Allavega, það sem ég er sem sagt að vísi, ég er náttúrulega að hans að stríða honum hérna. En það sem ég er náttúrulega að vísi með þessu er að... Þessar fréttir hafa ekki borist til valdatar. Þeir eru ennþá að halda sig 1978 og Thatcher sé bara á leiðinni til valda. Já, sjaldan er góð vísa og oft kviðin. En það sem ég verði að náttúrulega vísa í þessu er að svona til þess að ennþá koma blóðþrýstingnum hjá Gunnari upp, sko. Að þá er það náttúrulega... Þú ert þessi hægt að fylgjast með fréttir frá Bandaríkjunum. Ég stiði í þessu, þú ert ekkert einn hérna. Nei, takk fyrir. Ég ætti hægt að fylgjast með fréttir frá Bandaríkjunum eins og frá Gaza. Er ég hægt að fylgjast með fréttir frá Bandaríkjunum? Er ég hægt? Sko, ég fylgjast alveg með fréttir frá Bandaríkjunum, bara ekki stríðsfréttunum. En allavega, það sem ég ætla eins og að segja þessu er að það er náttúrulega svona út frá frjálshyggjusjónarmiðinu. En þá var þetta eitt af því sem var mikið verið að gagnrýna þegar ríki er að seilast í að fara að hafa skoðanir fyrir annað fólk og segja því hvaða skoðan það má hafa og hvaða skoðan má ekki hafa og nota peninga valdið sitt til þess að skammta eða ekki skammta út frá því hvort setur réttir skoðan og frjálshyggju pésar eins og ég er mikið að móti þessu. Ég vilja fela auðvaldinu allt valdið. Sko ég myndi bara... Þú lætur eins og það sé alveg gersamlega ómögulegt að þessar stofnanir sem þú nefnir hérna séu orðnar gerspilltar í sjálfu sér innanfrá. Og þess vegna þurfum við Trump að koma til þess að setja sína línu og að Trump eigi að segja hvað Harvard á að rannsaka. Bara mín leið á þetta með vélsögina sína. Í alvöru tala, það þarf að stokka þetta upp.
Og annað sem frjálshyggjupésar eru líka mjög Þetta hefur ekkert að gera með ríkið sem slíkt. Nei. Ég held að það sem væri það benda á í Bandaríkjum sem væri jákvætt væri uppbygging háskólakerfisins, þar sem að þeir hafðu haft forystu í uppbyggingu þekkingar og tækni og vísinda. Við erum með 1/3 vinnuafli hér sem er opinberir starfsmenn. Leið mér að klára, er það ekki rétt? Er það ekki eitt af því sem hefur verið best gert í Bandaríkjunum er uppbygging háskólasamfélagsins sem að hefur byggt upp þekkingu, tækni og Jú, en á undanförnum 20 árum... Af hverju viltu höggva það niður? Á undanförnum 20 árum... Þetta sammála Trump þetta sé bara pólitískur áróður sem kemur út úr háskólakerfinu? Að miklu leyti, já. Jesus Christ. Síðustu 20 árin, þá er þetta bara vókast yfir sig og er bara orðið ónótæft. Og þú vilt taka það sem Trump dettur í hug, að það sé rétt. Mesti vitleysingurinn á móti öllu háskólasamfélaginu. Tökum Trump bara út úr myndinni. Mér skilst nú að þessar stofnanir séu vel auðugar, það getur reikið sér sjálfar ef það vildi svo. En látum það líka milli hluta. Þetta er bara orðið gaggalagú. Það sér það hver maður. Það koma þarna fyrirlesarar, Jordan Peterson nefnir bara sem dæmi og hann getur ekki haldið fyrirlestur út af því að það eru svo mikil mótmæli og hann má ekki mæla. Hvað er það? Hann ekki út allt þessi maður. Hvers konar háskóli? Þú hefur ekki hlustað á neitt prófessor frá Norður-Ameríku meira heldur en hann Jordan Peterson. Hvers konar háskóli er það sem að segir, nei, þú getur ekki talað þetta. Þú veldur ómiklum óróa í háskólasamfélaginu. Hvers konar háskólasamfélag er það sem að þolir það ekki að fá Jordan Peterson sem að hefur ekki sagt neitt sem að orkar tvímælis. Hvað meinar hefur hann ekki sagt neitt sem orkar tvímælis? Já, hvað hefur hann sagt? Hann talar gegn konum, hann talar fyrir alfamils. Víst. Hann hefur aldrei talað gegn konum. Ég skal bara senda þér fullt af hlekkjum. Víst. Jú, og hann talar fyrir samfélagi þar sem að karlar eiga að vera fyrirvinnur og sterkir. Víst gerur hann það. Víst. Nei. Jú. Nei, þið segir bara Jordan Peterson og það blikkar bara rauð ljós í ykkur og þið ættið að hugsa. Nei, alls ekki. Það er bara alls ekki þannig. Það er mörg ár síðan að hann kom fyrst fram á svona sviði. Allavega, hvað sem því líður. Það orkar allavega tíma til mínum hausa. Hann tali gegn mér og mínum systrum, skilur við. Nanna dóttir mín var þarna í námi. Hún fór í gegnum Columbia háskóla. Og ég veit alveg hvað ég er að tala þetta. Þetta er orðið, svæsinn hugmyndafræði sem þarna er verið að reka. Og hvað hefur það með akademíska hugsun að gera? Þar sem að við að reyna að vera að vega einhver rök og leggja hlutlæga afstöðu á málið. Sko, akademísk vinnubrögð eru þau að setja fram kenningu, síðan reynir allt sem þú getur til að fella þá kenningu til þess hún geti svo staðið traustar í mótum. Kynjafræðin gengur út á það, að setja fram kenningu og sniðganga allt sem geti trufla kenningu. Jordan Peterson er svona fyrirbrigði svona svipað Hannes Holmstein. Þetta er ekki menn sem er að setja... Ég nefna hann bara sem dæmi. Já, þú nefndar sem dæmi og ég tek það sem dæmi. Þetta er ekki menn sem er að leggja fram einhverja greinar og einhverja kenningar í einhver ritrýndu þar sem þessi akademíska glíma getur átt sér stað. Þetta eru menn sem að ganga og halda fyrirlestra oft fjármagnaðir af einhverjum þingtöngum auðvaldsins eins og Hannes Holmstein heldur að séu háskólar út í heimi sem er að byrja Hannes Holmstein að tala. Það er einhverjum eldri manna klúbbar ríkra manna sem hann kemur og heldur með einhverja fyrirlestur í Las Vegas eða eitthvað að nýfrjálshyggjan og stefna hægri sér inn rétta. En hann fær alveg að tala í Háskóla Íslands og það fekk að kenna það í mörg ár. Hefur verið að segja frá því. Hannes Holmstein hefur alltaf verið einangraður í Háskóla útilokað og laður í einu. Þetta er ekki menn sem eru að eiga, þetta eru á vettvangi vísinda og akademíu. Þar sem þeir leggja fram einhverja kenningar og fá mótrök og fleira. Þetta eru menn sem að ganga í svona áróðursringi til þess að halda einhverja fundi. En Gunnar, af hverju má ekki Hannes Holmstein tala? Er ég að banna með það? Nei, ég bara meina, er ekki sjálfsagt að hans skoðun fá að heyrast eins og annað? Ég er bara að benda á að hann það sem held ég að Jakob er að reyna að segja. Nei, Jakob er að rugla saman tvennu. Hann er annars vegar þessum mönnum sem að ganga, ferðast og halda svona fyrirlestra sem að tengjast ekki akademísku starfi. Ég verð nú að skjóta inn í. Mér finnst það hljómar svolítið þannig að það sem að þú ert ekki sammála, Gunnar, það er kjaftaði.
og þá hljómar svolítið þannig að því að Hannes Hólmsteinn, skiljum við saman hvað hverjum getur þótt hann að þá hann hins vegar með doktorsgráðu í stjórnmálafræði frá Oxford hann ritrýndur höfundur, hann búinn að birtast í mörgum fræðigreinum mjög lítið já, en ég bara, þú veist það bara, já, en allavega bara, þú veist, hann samt bara með að félagsskráin hans alveg check þú veist, en það sem að hann auðvitað hefur stundað að ögra sínum nemendum með að koma með kenningar og segja þrætu þetta. Þú veist, og það er nauðsynlegt að mega þræta umdeild málefni. Það er forsenda fram það. Og hérna það er grundvöllur fyrir þessum frábæra þætti. Það sem ég verð að benda á er að það sem að þessi menn að gera, þetta er bara venjuleg pólitísk umræða sem á heima bara á YouTube og í einhverjum svona klubbum og kífanistum. Og í háskólasamfélaginu. Nei, það sem að Jakob var að gera sem var óheiðarlegt, hann var að segja að það með því að hafna pólitískum áróðri eða hugmyndu þessara manna, að þá væru háskólarnir ganga gegn akademísku starfi sínu sem snýst það að taka á móti greinum og deilum þær. Þessir menn ekki að starfa á þeim vettvangi. Þetta eru bara órótorar sem eru keyrðir áfram af ríku fólki gegnum einhverja þingtanka og kemur akademísku starfi bara ekkert við. En það sem ég held samt sem áður að hann var að meina, hann tók kannski bara óhefnilegt dæmi með Jordan Peterson mögulega, hann bara að meina það að ef ég skil hann rétt að í skólasamfélaginu þannig í Bandaríkjunum þá var orðið þannig að þeir voru farin að velja og hafna hverjir mætti tala eftir ykkur ákveðni skoðun og það á ekki heima í háskólum. Háskólar eiga bara að vera með alla skoðanir á borðum og leyfa nemendum að velta hlutunum fyrir sér og komast að sinni eigin niðurstöðu. Þeir ekki vera með einhvern áróður. Það ekki það sem að Jakob var að segja. Þetta stundum eins og maður sér í Kastljósi, það kemur ykkur fram kannski, segjum úr menntakerfinu með einhverja svona rannsóknir á stöðu menntakerfisins og það er alltaf fundið svona einn vittlýsingur til þess að andmæla. Þeir eru bara að verja fyrir það að einn vittlýsingurinn, hann eigi sama rétt og þeir sem að koma með einhverja svona alvöru rannsóknir. Ég hef farið í gegnum ritgerðir sem hafa komið úr kynjafræðinni hér á Íslandi og þetta ekki fagur. Nei, hann á móti kynjafræðinni, við erum ósammála hérna. Þetta hreinlega stenst ekki akademísk vinnubrögð og ég með mastergráðu þannig að ég veit alveg hvað ég að tala. Með því sem hann sammála, hann á móti því sem hann ósammála. Þið ættu að vera þá gott skaplundi saman. Það nú komið í ljós í þessu þætti, Ég held þetta sé alvarlegt mál það sem verið að brjóta niður háskólasamfélagi í Bandaríkjunum. Ég verið að tala við mann sem í Ástralíu sem bara einn af bestu vísindamönnum Íslendinga. Hann var að segja í Kína að þá háskólasamfélagið þar og akademía þar á flugleið upp á við. Og það sem hann sagði að hann var að fá símtöl frá kollegum sínum í Bandaríkjunum sem voru bara að leita að vinnu bara einhvers annars þar. Það sem að því vorum að tala svolítið hnignun lýðræðisins í Bandaríkjunum, við vorum komin að þá stöðu að það sem við töldum að Bandaríkin hefði gert best við að byggja upp háskólasamfélag og vísindasamfélag, að það að hrynja fyrir framan augun á okkur. Og ég var líka því að voru að tala tollan á þessu skringilugu pólitík Trumps. Ég fór út allt internet og var að lesa það hvað helstu hagfræðingar heimi voru að fjalla þetta. Þau voru náttúrulega höfnuð þessu meir og minna, sömuleyti væri vandinn væri alveg ljóst, að það væri verið að adressa vanda sem að sannlega þyrfti að adressa en þetta var ekki leiðin til þess. Það sem að mér fannst athyglisvert í þessu, að allir fremstu hagfræðingar heims sögðu að þegar ég var í Kína, þá var ég að ræða þetta, þegar ég var í Kína þá var ég að ræða þetta, þá voru allir komið með kínverska kommunistaflokkin sem hefur áhuga á bestu þekkingu í hagfræði, en við erum með bandarísk stjórnvöld sem hefur engan áhuga á bestu þekkingunni sem kemur út úr akademísk, út úr háskólum. Flokkurinn er mjög skemmtilegur, hann sem sagt rekur kapitalíska utanríkisstefnu og og með svona kapitalíska stefnu þegar kemur að verksmiðjum og öllu þessu, en svo heldur hann stjórnin yfir fólkinu, þar kemur kommunismin svolítið inn, hann við sáum þetta bara öll í COVID. Munið hvernig kýmverðar, hvað þið voru að gera þar? Lokuðu fólk inni, bara bókstaflega. Bara múruðu fyrir. Já, og gengu svo langt á öll svona réttindi sem okkur þykja sjálfsögðu í dag, gera það ennþá. Ástandi, það voru nýlega mjög hörð mótmæli, ekki nýlega, nokkur ár síðan út á Hong Kong. En það er að stróka út það sem ég var að segja uppbyggingu háskóla í Kína? Nei, það málega, hérna kemur eitt sem ég finnst nefnilega góður punktur sem þetta kom inn á. Það þannig að sane people can make insane arguments
and insane people can make sane arguments. Í sálfræðinni, og ég ekki að vísa þess að þér persónulega, en í sálfræðinni þá þetta höfuðforsenda. Vegna þess að það var svo oft þannig að fólk sem sagði eitthvað sem þótti óþægilegt, það voru bara vitleysingar og þetta voru kannski fólk sem var að segja frá trámasögu eða álíka. Og það rosalega mikilvægt að við bara sem manneskjur mætum fólki þannig, að mér finnst það, að það sem það segir, þótt okkur þykja að vera vitleysingar að whatever, að rökin bara það sem það segir, að gagnrýna það, ekki endilega manneskjuna, heldur bara, þú veist, hvað segir maður, rökin, forsendunar. Þetta reyndi ég Jakob á þessum tíma þegar ég var ritstjóri hans að segja að Hveralandinn getur líka haft rétt fyrir sér. Hveralandinn? Hveralandinn getur líka haft rétt fyrir sér. Það er rétt og helst langaræður yfir því hvað Hveralandar eru í raun og veru frábært fólk. Ég verð að fá að taka undir þetta. Hlusta á þá líka. Ég verð að fá að taka undir þetta. Mér leiðist afskaplega þegar verið að fara í fólk og persónu fólks. Af því mér finnst við öll bara eiga rétt á okkur. Og hérna leið og einhver komin í þú ert svona eða eitthvað, þá bara ég ekki með, ég bara ekki, þá erum við ekki að tala saman. Og hérna, ég ger þetta aldrei, ég passa mig alltaf á því þegar ég skrifa komment við ykkur sem, og því ég er mjög gaman að því að rökræða allt, myndi heimins og jarðar, og ég get alveg gert það og ég ger það kurteislega. Leið og einhver kemur síðan tilbaka með eitthvað svona, þú ert nú bara ekki bíp bíp. Ég svara því aldrei með þú. Ég kem alltaf bara aftur í rökin mín. Og ég vildi óska, við gætum öll bara verið þannig og leyft hvoru öðru að hérna bara tala saman. Og þú mátt vera ósammála Bjarna Ben sem dæmi, en hérna ég fæ bara svona sting í hjarta þegar þú ferð bara að tala illa Bjarna Ben sem mannesku. Mér finnst það óþarfi. Já, en þú skilur hvað ég er að meina. Það er bara fullt af fólki sem gerir þetta, hjól alltaf í fólkið. Já, í fjölskylduna hans og börnin hans og ég blokkera umsvegarlaust fólk sem kann ekki að gera þennan greinamun á málefnalegri umræðu og svo persónulegum árásum. Og þegar fólk vil rugla því saman sem ég er að kasta fram að mismikilli alvöru á Facebook og svo þú sem blaðamaður, þú veist, ég er ekkert að tala sem blaðamaður á Facebook. Og ég er búinn að útskýra þetta nokkrum sinnum og svo bara, og svo kemur bara svo tími, og þú fer bara í blokkina. Goodbye. Ég er meiri segja þannig að ég hef aldrei blokkað mannesku á Facebook. Ég er ekki með bergmálshelli á mínu Facebook. Ég er með allt frá auka hægri yfir í auka vinstri og allt þar á milli. En þetta þýðir ekki að maður sé að skapa sér sín eigin bergmálshelli. Þetta þýðir bara að þú ert að brjóta þarna ákveðin prinsip með því að, þú veist, ég bara fara í persónuna frekar heldur en málefnin. Og þá bara ert þú ekkert bara hún sem hæfur. En tengt þessu er hérna hvernig við tökum svona afstöð til alls konar hluti sem er svona fyrirfram, sem er fordómum. Ef ég má taka dæmi að því sem þú ert að segja varðandi Kína, að þá eigum við að trúa því að ástæðan fyrir því að Kína hefur gengið mjög vel efnahagslega sé kapítalismi. Heldur betur. Já, en það er kapítalismi út allan heim og það getur gengið vel þar. Það sem er ólíkt við Kína með við kapítalísku löndin er að þar er kommunistaflokkur störfum sem ennþá hefur svona einhverja sósíalíska hugmyndir, hefur byggt upp til dæmis húsnæðiskerfi, þannig að fólk er ekki húsnæðislaust og býr ágætlega, það er ekki fátækra hverfi í kringu borgirnar þarna, það er aðgengi að heilbrigðis og menntaþjónustu þarna sem að flokkurinn hefur staðið að. En þú myndir ekki vilja vera með kommunistaflokk við stjórn hérna á Íslandi? Nei, ég er ekki að segja það, ég er bara að segja að þeir ég var að tala uppbyggingu háskólana í Kína og við getum hort á uppbyggingu lestakerfisins, við getum hort á húsnæðisuppbygginguna sem átt sér stað þar sem að 80% af þjóðin hefur flutt úr sveit í borg á kannski 40 árum án þess að búa til þessi krabbamenn sem í kringum allar borgir í, þú veist, hinu svokallaða frjálsa heimi. Að því að þið voru að segja það að maður geti lært af einhverjum sem maður er kannski ósammála. Kannski ættum við að læra það að horfa aðeins til Kína og reyna að læra eitthvað af því sem þeir gera vel. Því að sannarlega, það sem ég var að reyna að vitna í áðan þegar ég var að tala hagfræðingana, sannarlega eru þeir að hlusta á bestu hagfræðiþekkingu sem til í heiminum til þess að geta stýrt sínu hagkerfi sem að við erum alltaf að kjósa einhverja vitlýsinga, ég leyfi mér að segja það, eins og Trump og fleiri, Bolsonaro og Milley og bara ótrúlegt fólk, bara við ætlum að kjósa vitlausasta mannin á svæðinu.
sem segir að ég ætla ekki að byggja neitt á bestu þekkingunni, ég ætla ekki að virða sko verkalýðsfélög eða valddreifingu. Hvernig útskýrirðu það? Ég vil segja amen bara. En hvernig útskýrirðu það að hamingjusamasta fólk í heimi býr allt bara efstu löndin öll eru Vesturlönd? Hvernig getur útskýrt það? Af hverju líður fólki betur þar sem að mannréttindi þeirra eru virt, þar sem mega hafa skoðun á hlutum og segja þær, þar sem þau fá kjósa hver stjórna þeim. Af hverju líður þessu fólki betur? Mér finnst þetta dæmi sem verið að segja. Ég nefndi háskóla, ég nefndi járnbrautir, húsnæðismál og þá vilt þú fara að tala um eitthvað annað sem að það má ekki skilja eftir á Kína. Þetta að ganga vel í Frakklandi, Þýskalandi. Kína búið að taka forystu í verkfræði, í framleiðslu, eru núna... Hvers vegna segir það? Nú til dæmis eitt mesta verkfræði undur heims í Frakklandi, það brú þar sem að þykir bara mesta verkfræði undur í heimi, þetta hæsta brú í heimi. Hún í Frakklandi, ekki Kína. Hvernig veistu að þeir konu fram úr Frökkum, Þjóðverjum í þessu máli sem þú talar, eða bara Svíum, hvernig veistu það? Ég bara spyr, ég veit ekki. Ég væri til að sjá þessi gögn bara. Ég verið að lesa til uppbyggingu í Kína og lestina. Gengur vel hjá þeim, ég veit það. En ég ekki að segja það gangi endilega betur heldur en í Frakklandi. Og allir þessi hagfræðingar sem ég var í. Og þú ættir að vera hrifinn af Frakklandi mörgu leyti, þess að það mjög sósíalískt kerfi þar. Miklu betra jafnréttarkerfi þar enn í Bandaríkjunum. Já, absolutt. Ég á saman því. Fyrir á annarri í öðrum fjölmiðli þá var ég með viðtalumann sem var með það á hreinu að 17 borgum af 20 17 borgum af 20 sem eru mesta mengunin voru Kína. Það voru 17 borgir frá þeim þar sem var svona allt í kaldakoli. Og þetta ekki nema kannski svona 6 ára eitthvað sem þetta var og hann var með gögnin fyrir fram að sig og það þannig að 17 af 20 svona ógilslustu borgunum voru í Kína. Lýðræðin mjög ábútavant þar En mér langar svolítið Ég var ekki alltaf að Kína staði sér best allra í loftslagsmálum en hins vegar eru langflestir rafmagnsbílavæðingin mest þar núna Jú, og flotti bílafráðum og þeir eru orðið betri í að framleiða bíla heldur en Tesla Herðu, nú ætla ég Þú ætla að tala um eitthvað annað Já, ég ætla að tala um eitthvað annað Byrja að segja eitthvað svona, það frétt í morgunum í dag og fyrir henni konur taka yfir verkalýðshreyfinguna Þetta eru 10 konur og fyrir miðuröð það er Sigga Magga, Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. En morgun setur hann inn í verkalýðshreyfinguna. Það er bara svona skemmtifrétt. Já. En það er að koma að styttist í kosningar. Og þú varst í öðru sæti hjá Sjálfstæðisflokksins síðast. Væntanlega allar að sækja framar. Já, ég reyndar ekki búin að ákveða með það endanlega en ég allavega, eins og ég segi þá og segi núna, ég alltaf tilbúin til þess að leiða. Enda mjög leiðandi kona. Já. Leiði fólk alveg vel áfram, sko. Já, þetta gekk vel hjá þau síðast. Þannig að þú hlýtur að horfa í kringu þig með það. Já, ég meina, ég bara, seinast það var þetta þannig að ég bara mat aðstæður þegar það var svona komið að því og ákvað bara að keyra áfram. Og ég hugsa að ég geri það þá núna líka að mun koma bara tími ákvörðunartöku eitthvað tíman og þá mun ég vita bara nákvæmlega hvað ég ætla að gera sko. En eins og ég sagði seinast þá óttast ég ekki það að vera í ábyrgðarstöðu. Byrjar ekki kosningabaráttu núna bara í haust? Það myndi alltaf vera, fyrir til hvenær bara prófkjörið fyrir áramót. Já. En mér finnst bara rosalega gaman að vera í ábyrgðarstöðum. Mér þykir rosalega gaman að vinna með fólki. Ég er mikil liðskona og allir sem þekkja mig vita að ég er líka engar góð oft í að leiða saman ólíka hesta og svona. Það er alveg hefur verið mín sérstæða enda yngsta barn í fjölskyldunni minni. Og þannig að ég er bara spennt fyrir því sem koma skal. Ég er ekki alveg búin að ákveða mig, það bara fer svolítið eftir í hvernig skap ég verð en það er allt opið hjá mér sko. Er eitthvað verið að stokka upp svona í þessu borgarstjórnarliði? Þetta kemur allt í ljós. En get sagt þér að í hvert sinn sem er að koma kosningum þá heldur hin fylkingin að í þetta sinn fari hin fylkingin út sko.
og þú veist að því það er margir náttúrulega armar og mismandi svona skoðanahópar. Inn í flokknum ykkur. Já, við erum bara breiðfylking og æst í skoðanafrelsið og höldum vel í það. En það sem gerist alltaf í hvert einsa sinn er alltaf með fólk með alls konar skoðanir sem þarf að vinna saman. En sko það er stór hópur innan borgarstjórnarflokksins sem er bara orðin atvinnupólitíkusar. Já, þau eru rosa góðir því. Og það er bara magna. Og þér að segja þá er það ekki beinlínis til fagnaðar í kosningum, eða hvað? Já, sko, þau fá atkvæði. Þau eru að gera eitthvað rétt. Það er nefnilega málið. Sko, ég held að það sé mikið freistni í því að fara að velja fólk sem út frá okkur og okkar reynsluheim og okkar skoðunum og upplifunum að við teljum að sé best til þess fallin að ná í atkvæði eða svona. En það magnaða við lýðræðið er að þú getur tekið hvert sem er. Fólk sem kannski virkar ekkert endilega eins og það sé bara mest næsti formaður eða eitthvað þannig. En þú bara ákvarðarlega fólkinu að kjósa. Getur þetta fólk smala atkvæðum til sín eða ekki? Og það er bara magnað þegar lýðræðið fer að ráða. Það getur ótrúlega fólk smala atkvæðum til sín. Þess vegna er ég rosa mikið fyrir prófkjör. Vegna þess að prófkjör að bara mínu skapi gefa alltaf í raun og veru bestu niðurstöðuna. Er hún kannski fullkomin eða nákvæmlega eins og ég myndi vilja hafa hana? Nei, ég vil þetta ekki. En hún gefur alltaf bestu niðurstöðuna með að við, af því það fengur bara svo margir að ákveða. En það er náttúrulega samt hefur alveg gerst í sögunni allavega að prófkjör hafa ekki fengið að standa, röðin hafi ekki fengið að standa sem að kemur út prófkjör. Nei, ég veit það og ég hef sveiflað svolítið í þessu. Þú veist, munið þegar það var verið að tala um þetta að myndi að koma konu framar af því að það röðust kallarinn efst og svona og þá var ég alveg, þú veist þegar það kom að þjálfur mér, þá var ég allt innu meira svona kannski opið fyrir því að jú, við ættum nú kannski að flétta og svona. Svo í seinni tíð, að þá hef ég eiginlega kannski farið mögulega af þeirri línu. Já, og það er alveg vegna þess að, þú veist, svo kynntist maður ofta þessum mönnum, þú veist, sem og eins og bara Halli Ben var svona klassist dæmi, ótrúlega duglegur og ég meina auðvitað er Þórdís Kolbrún flott kona, þú veist, það er bara hallir ekkert á hana, það er ekki það. En Halli, þú veist, ástæðan fyrir okkur hann hlaut til þessi atkvæði var að hann keyrði út alla sveit. Hann keyrði út alla sveit. Allir bændunni þekkti hann. Og einhvern tíma fyrir kosningarnar, 2001, þá var ég nú bara ennþá í Heimdallinum og öllu þessu og var send með þeim að taka myndir og sjá samfélagsmiðla. Og hvers sem maður fór, þá var einhver bóndi sem var búinn að vera að tala við Halla Ben og í miklu sambandi við hann. Þessi maður, hann bara kunni kjördæmið sitt eins og höndina sína, sem er magnað. Hann kunni þetta algjörlega utan af því þetta er eitt stærsta kjördæmi Norðurland vestra. Og þá skilur maður alveg af hverju hann var í fyrsta sæti. Þú veist, bara út frá því að hann sendi kjósendur sínum rosalega vel. Og kunni að tala við þá. Já, og þú veist, þetta hallar ekki á Þórdísi, hún er með bara marga styrkleika og er ótrúlega sterk í mörg af því sem hún var að gera, en þarna skildi ég af hverju hann náði að smala atkvæðum. Svo svipað staða eins og Gulli var alltaf með upp í Grafarvogi, hann átti Grafarvogi. Hann bara ótrúlega duglegur. Hann bara talaði við alla, hann átti heim í Grafarvogi. Og þegar hann var kosið fyrst til borgina, þá var hann eini frambjóðandinn til borgarstjórnar sem að talaði við fólki í Grafarvogi. Nákvæmlega. Og það var eiginlega eitt af því sem ég hrifist svo mikið af við hann sem bara frambjóðandi og stjórnmálamann. Þér finnst Gulli frábær? Af því að Gulli er með þessi gildi, Ég er hrifin á þessum gildum. Ég er sveitasjali. Ég ætla bara að segja ykkur það núna. Ég kem svolítið á gamla skólanum og það var bara mikið í sveit og ég er einn af þeim sem er svolítið í því að stjórnmálamenn eiga að vera aðgengilegir. Við eigum ekki að vera eitthvað fílabeinstulsfólk og okkar hlutverk er ekki að vera embættismenn heldur breytingarafl. Tala um Gulla, hann er frænd okkar bræðra. Það? En það er annar mál. Það er meðmælið ykkur. Stundum hlusta ég á svona hægra podcast. Það getur það upp að vissu marki, því þetta er alltaf sama, sömu menninir að tala hvort annan. Og ég teki eftir því að þeir eru rosalega ánægð með Hildi Björns. Já, hún er bara búin að vera að gera margt gott líka. Já, og það er eiginlega frambjóðandi svona morgunblaðsarms og ég hef hugsað upp í dag, hver ætli þetta sé? Ætli Ótti svona Gulli ætli í borgarstjórnina eða hvað?
Óttast þið þig? Nei, sko, þeim kemur náttúrulega gríðarlega óvart þessu þetta fólk sem þú ert að tala um. Það ætlaði ekkert að fá Guðrúnu hérna sem formann þessa flokks. Nei, þeir eru mjög ánægð með hana. Finnst hún afleitt? Hvað hún? Og hérna þannig að þeir óttast held ég, já. Hún að keyra út Gulli taki líka þar. Nei, ég veit það. Hún að keyra út allt land. Guðrún að keyra út allt land. Þannig að ég get sagt bara, hvað Guðrún? Guðrún að hitta alla. Hún að hitta öll hverafélögin, hún búin að vera að túra. Þannig að nei, hún ekki kannski búin að vera hvað mest hérna eða taka hvert einasta mál í samfélagsumræðinni, en það líka erum við með úrvalslið á þingi. Þú veist, Áslaug ekkert minna kröftu. Finnst þér að vera að gera gott mót í þessari málþófsæfingum? Á þinginu? Já, gagnvart þessu máli með, þú veist, stundum verða menn bara að sleppa takinu, sko. Já. Þú ert búin að vera að hlusta á Let Them með Mel Robbins, segir ég. Veistu hvað ég að tala um? Nei, enginn. Hún frábær. Já, en hérna, sko, þau ekki að græða á þessu. Það algjörlega ljóst. Já, hérna kemur sjálfhverjum mér fram að ég fylgist mest með borgarmálunum en ekki þingmálunum. Já, ég veit að það eina úrræði minnihlutans alla jafna til þess að hafa einhverja svona stjórn á framvindu þingmála og þannig hefur það alltaf verið. Og þú veist, og það að vera eitthvað að væla núna að því, þú veist, segja bara þetta sé eitthvað hræðilegt málþóf núna. Ég man ekki eftir þingi öðru sem það sé málþóf, sko. Það er einhverju málum. Stjórnmála meira heldur þessu ponta, þannig að segjum að þú væri þeirra skoðunar að þú vildir verja stórútgerðina, þá finnst mér að þú geta líka bara verið svona út í samfélaginu og reynda að verja þínum, safna liði í kringu þinn málstað. Já, þú getur náttúrulega líka gert það. Ekki alltaf verið þarna niður í þingi eitthvað að gaspra. Þú þarf að tefja máli þar og meðan þú ert að vinna vinnuna út í það ekki, eða hvað? Ég veit ekki alveg hvert planið í þessu sko. Ég veist þetta, einhver leiti þetta líklega tapað, eða hvað? Haldið það Tala um veiðigjöldin núna. Ég held að þeir hafi nú ætlað að fara að endurskoða eitthvað atriði í frumvarpinu eftir. Er það búið að fara í gegnum þessa endurskoðunarfasa? Litlu útgerðirnar og sem meðalstóru. Og það til dæmis bæjarstjórinn í Snæfellsbæ sem einmitt þannig útgerðir hjá honum. Sem meðalstórar? Já, hann annar. Þau tóku tillit til þess að athugasemda sveitarfélagana. Já, þetta var náttúrulega þannig að það átti bara að koma bara með risastórt net og reyna bara að láta alla undir sama þak, en það ekkert að bera saman þessar stærstu þrjár og þessar miðlungs og minni, þú veist, að því að annars eftir bara... Nei, það er ekki verið að því lengur, sko. Nei, en að því að, þú veist, en náttúrulega auðvitað eru við, sko, almennt á bara þeirri línu. Þetta eins og með að þú veist, að það er svolítið ákveðin list að ákveða hvar þú átt að rukka. En þess að þú vilt kannski taka í nægilegan skatt til þess að allir vilji borgan. Það er líka það, þess að allir vilji borgan. En þú vilt heldur ekki ganga sko það langt að það drægi úr fjárfestingagetu inn í sveitarfélög og allt þetta. Ég sá nú Óla Stef bara að segja núna á Facebook bara, þú veist, ok, þetta hægir kannski örlítið á fjárfestingum stórútgerðarinnar í útlöndum eða í ótengdum rekstri. En get a grip, sko. Í alvöru tala. Varðandi þá... Bara varðandi það að þetta er bara smávægileg hækkun. Þetta er tvöföldun? Fólk lætur eins og Híminn og Jón sé að farast. Fyrir þessa stóru útgerðir. Fólk lætur eins og Híminn og Jón sé að farast. Hvaða bull er þetta? Erum við ekki að tala um að fara frá 10 upp í 20 milljarða? Nei, eitthvað í 17. Er þið búin að lækka niður í 17? Nei, 17. Þetta er svona af auðlindarentu sem er svona 50 til 80 milljarðar. Þetta er bara algjörlega gaggalagú, sko. Hvernig fólk lætur bara pick your battle, segi ég nú, ef ég ætti að ráðleggja Sjálfstæðisflokknum eitthvað. Já, en málið ég held að, sko, þeirra muna í þessu, það heldum að svona ráðleggja Sjálfstæðisflokknum, er að það sem við höfum alltaf verið að tala fyrir er að þegar að fyrirtækjum gengur vel, sérstaklega þessum meðalstóru og sérstaklega út á landi, þar sem okkur vantar öflugan atvinnurekstur og við höfum alltaf talað fyrir að fá inn bara alls konar, hvort sem að sé sá sem við fiskinu sjónum eða sá sem vinnur hann eða eitthvað nýsköpun eða whatever. Bara, þú veist, við höfum alltaf verið að tala fyrir því að það þurfi að vera einhver eitthvað öflugir atvinnuvegir og við þurfum að vera með fólk í liði sem er að reyna að reka fyrirtæki eða vinna í fyrirtæki með whatever, sko. Við bara þurfum einhvern veginn að vera öll saman í liði hvert endamarkmiðið er. Og þú veist, þegar það kemur eitthvað frumvarp sem ætlar að vera hérna, herru, tvöföld veiðigjöld á þig og það er bara vegna þess að Samherji er svo ríkur, skilur við, það er náttúrulega eitthvað sem það sem ég verið að lesa skakt í þetta í rauninni frá upphafi er
langflest okkar sem búa á Íslandi viljum að stóru útgerðirnar borgi meira til samfélagsins, í skattaskilur. Við viljum það meiri hluti þjóðarinnar. Það ekki að því að við séum svona öfundsjúk. Nei, og eitt annað, þú talar að fólk vilji, það þurfi að vera atvinnurekstur og fólk þarf líka að vilja vinna þar. Ef þú ert með einhverja þá ásýnd, ef að fyrirtæki þitt sem þú rekur með þá ásýnd að þú ert spillt, eða ekki að borga nógu mikið og tekur ekki mikið þátt, þá fer fólki jafnvel að það fer kannski að skamma sín fyrir að vera að vinna þar, vill ekki eins og segja að sé að vinna þar, vill kannski bara ekki eins og fara að vinna þar. Þetta er líka það. Og það sem ég skil að samtök sjávarútvegsfyrirtækja hafi verið með athugasemdir við þetta frumvarp, alveg klárlega, og ég skil að þau vildu koma með sínar athugasemdir og meira samráð og allt þetta eins og við tala Það sem að þau svona pérlega gera bara kólránt að mínu mati þau ættu að koma fram og segja bara, og Heiðrún hefði bara að koma fram og segja bara já, við erum sannarlega með stöndug og geggjuð og stór flott fyrirtæki sem að geta borgað meira í skatt og við erum til í að gera það en getum við talað saman leiðirnar við skulum borga, stóru fyrirtæki geta borgað við skulum gera það hugsa ykkur, ef hún hefði stíð þetta skrif bara í upphafi og þá hefði allir bara svona samtök sjávarútvegsfyrirtæki bara með okkur liði. En Heiðrún gerði það samt Hún sagði, herru, við getum alveg, þetta er bara eins og venjulega. Já, nú byrjaði ekki, ég er að meina, fyrsta skrefið átt að vera að segja það. En það er búið að vera að hækka, jafnt og þétt bara, þú veist. En hátt og skýrt þegar þú ætlar að segja þetta strax, bara samtökin. Fattarðu, ef þú alltaf, og hamra alltaf ykkur einsta viðtali, þegar hún fór að gagnrýna, eða þeir sem er að starfa þarna, eða þeir sem voru að gagnrýna, segja alltaf bara já, það er svigrúm til þess að borga meira. Hárrétt, en við viljum Þetta er bara svona PR frá mér. Ég má ekki gleyma einu í sambandi við veiðigjöldin að hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja er til orðinn út af aðgerða ríkisins með því að búa til kvóta og skammtónum, tryggja að hann sé framseljanlegur sem hefur valdið samþjöppun og tæmingu út úr greininni þannig að það verður búin til leið til þess að gera sjávarútveg hagkvæman. Þetta er út af aðgerðu ríkisins. Þetta er ekki vegna þess að þeir sem er að reka þetta séu svona rosalega snjallir og þetta séu þeirra peningur. Þannig að raunverulega er þetta bara tillaga það hluti af þeim hagnaði sem að verður til út af ríkisaðgerðum komið til þeirra sem að eiga ríkið. Og annað í þessu sem er þetta sjónarmið sem að maður heyri stundum í þessu umræðu það sem fari best á því að peningundir sé eftir hjá fyrirtækjunum. Þau viti náttúrulega best hvernig á að nýta peninga. Ef ríkið tekur peninga þá sé það sóun. Þetta er eitthvað svona furðuleg sýn á samfélagi vegna þess að það sem er búin til framleiðnigeta og kraftur í samfélaginu er við innviða uppbyggingu sem er drifin áfram af ríkinu. Þetta er gert með uppbyggingu skólakerfis og heilbrigðiskerfis sem að lagar fólk og sendir aftur út á vinnumarkaðinn. Þetta er gert með því að taka þá sem að standa veikast og tryggja að þeir hafi sæmilega lífsafkomu til þess að þeir geti verið virkir samfélagsþegnar. Það sem að ríkið býr til úr skattpeningunum býr til öflugra samfélag og býr til þessi hugmynd sem er einhvern veginn frá 19. öld eða eitthvað staðar að einhverju hagfræði síðan þar að þessi peningarnir verði til í fyrirtækjarekstrinum en ekki í opinbera gæra. Ég veit ekki hvað þetta kemur. Nú er hann búinn að setja tíka til trúin sem ég ekki hann er alveg búinn að vera nú er ég bara ég ætla bara að byrja á því að segja eitt að við byggðum vegi, við fjármögnum heilbrigðiskerfi, við fjármögnum skólakerfi og við bara íslenska ríkið, bara við fólkið. Þetta er ríkið á ekki hennar pening, við eigum hann. Bara höfum það. Við erum ríkið. Heyrðu, allavega, þetta er bara peningar sem að íbúar og íslenska þjóðin er búin að segja við ykkur, heyrðu, þið megið sýsla með þetta fyrir okkur eins lengi og við gera það skynsamlega. Það er skattfé, það er ekki eigur ríkisins. Allavega, en við erum sem sagt búin að við byggðum allt vegakerfi á Íslandi. Við komum á stað heilbrigðiskerfinu, skólakerfinu, menntaskólunum, háskólunum. Allt gerum við þetta áhuga eftir ykkur. Við gerum allt þetta áður en við fórum að rukka veiðigjöld og það er það magnaða við það. Skilur svo bara, en svo er eðlilegt að þegar þú ert með einhvern iðnað eða einhverja atvinnugrein
og hún að verða mjög stöndu og hún að verða burðugari að þá kannski kemur á einhverju svona veiðigjöldum og við höfum verið jafnt og þétt að hækka þessi veiðigjöld. Skiljanlega. Eftir því sem að bara það var hægt að gera það, eftir því sem að atvinnugreinin þolir og það alltaf þessi hugsun sem í baki hefur verið hjá okkur sjálfstæðismönnum að við erum alltaf að reyna að finna þessa jafnvægislist, þess að mátt ekki ganga of langt, þannig að það sem þú ert farin að kæfa fólk að gera erfitt fyrir að vaksa eða fjárfesta að vera í nýsköpun eða whatever og það var það sem að þessi gagnrýni kannski helst gekk út á að allt í einu áttur að fara tvöfalda veiðigjöldin og allt bara í nafni þess að einhver 3 sjávarútvegsfyrirtæki gætu mögulega borga þetta en hvað með alla hina og talandi að vera mótið samþjöppun Já, ég bara að segja þú veist, en talandi að vera mótið samþjöppun, hvað hefði það þýtt en til ennþá meiri samþjöppunar á þessum vettvangi og svo kemur þetta líka með að aftur sjávarútvegurinn bara ein svona atvinnugrein en það líka við erum með ferðamannaðinaðinn og allt þetta og það rosalega auðvelt að sitja og segja herru já ríkið getur nú tekið alltaf þessa peninga og verið í þessari vinnu og verið í þessari vinnu og verið í þessari vinnu og ég get alveg sitið og útskýrt fyrir af hverju það gengur ekki upp á ýmsum gáfulegum ástæðum en við getum líka bara sagt að við gerðum það ríkið átti allan sjávarútveginn, ríkið átti allan ferðamannaðinaðinn það var settur á kvóti sem var fínt og það þurfti fiskveiðistjórnunarkerfi við erum vel sammála en síðan var fólki gerð kleift að selja kvóta afhenda kvóta og alls konar og græða óheyrilega pening og þetta var í tíð en nú skil ekki, átti bara sama fólki að eiga kvótan fyrir lífstíð nei, það átti bara ekki að geta selt bara skila inn kvóta ég er hægt að veiða skila inn, ríkið útflutta aftur kvóta en myndi ykkur bara svona bara raunverulega, ef þú átt kvóta þú ætlar að hætta að veiða ætlar þú þá nokkuð tímann að skila honum inn? Akkur myndir þú gera það? Hvað færðu út í því? Það það sem þú þyrftir að gera þú ert bara með fyrirtæki ef að framsalið ekki verið leyft þá eru skila kvótanum bara inn og ríkið útfluttar aftur sem dæmi og annað fyrirgjöf þegar kvótakerfið sett á þá er byggt á einhverju veiðisögu og ég veit dæmi þess að maður sem var mesti skipstjóri, bara einna aflahæstu skipstjóri landsins, hann missir bátinn sinn í bruna árið á undan, hann fekk engan kvóta á sitt skip og það var byggt á skipunum. Það var byggt á skipunum? Já. Hann fekk engan kvóta. Hann var allt í einu bara mátti ekkert fara að veiða neitt nema að fara að vinna hjá okkur öðrum, hann var búinn að vera með skip. Hann gat flutt skipstjórakvóta, Já, en hann fekk eitthvað bátinn sinn. Og svo verður samþjöppun. Ekki gleyma þessum þorpum á landsbyggðinni sem að urðu rústireinar í mörg ár af því að kvótinn fór. Besta dæmi kannski sem kemur fyrst upp í hugan í Flateyri, þar sem að þau bara pökkuðu niður einn daginn og keyrðu burt og eftir satt Flateyri með ekkert nema morkið skip í höfninni. En þetta segir bara að það mikið í því fyrir okkur að vera með mörg og fjölbreytileg sjávarútvegsfyrirtæki samþjöppun þetta alveg að eitthvað leyti eðlileg en við þurfum bara að halda áfram nýsköpuninni ég er að koma einu að þetta það er 21 gráði úti þannig að við förum að ljúka þessu má ég aðeins gera til þess að útskýra af hverju við erum að tala veiðigjöld í dag ef við förum bara 1980 að þá var orðfjárfesting í sjávarútvegi og of mikil sóknargeta það sem kvótakerfið sett á 1990 að þá er þetta ekki haft áhrif á hvorki á uppbyggingu fiskistofnana eða neitt þá er veitt heimild til framsals til þess að nýta kvótakerfið til þess að fækka skipum til þess að minnka sóknargetuna og til þess að auka hagkvæmni í greininni það byrjar að skila sér mjög hratt að fyrir bankanir og fleiri taka þátt í að flytja kvótan til tiltölulega fárra. Á 10. áratugnum að þá byrja að verða ljóst að þannig að verða til auður og arður inn í sjávarútveginum sem var búinn til í kvótakerfinu. Styrmir Gunnarsson og fleiri inn í Sjálfstæðisflokknum og náttúrulega í öðru flokkum lögðu á það að koma á veiðigjöldum. Það var samþykkt á landsfundi Sjálfstæðisflokksins að taka upp veiðigjöld. Ég man eftir ræðu Davíðs Oddssonar sem sagði stundum að taka sannleika fram yfir
samstöðun, hann var á móti þessu en hann taldi það til þess að hafa samstöðu sjávarútveginn að þá þyrfti að taka veiðigjöld af þessu. Síðan kemur ríkisstjórnin bara senkar að gera þetta, það er ekki fyrir inn í hruninu að það eru sett veiðigjöld á tiltölulega hófstillt veiðigjöld. Síðan kemur Sjálfstæðisflokkur aftur til valda og það er lækkuð veiðigjöldin og þannig að það hefur ekki ennþá verið adressað hvernig á að taka upp hvernig á að skattleggja eða taka gjald af þessum arði sem að verður til inn í sjávarútveginn út af kvótakerfinu. Og það er ekki hægt að segja það, ég meina við vorum nú með skattkerfi fyrir kvótakerfið, ég vil ekki bara sleppa skattleggja peningar sem verða til inn í því. Nei, auðvitað ekki. Það er bara orðið til nýr arður sem þarna inni, sem eðlilegur verður til af aðgerðum ríkisins, sem að ríki verður að sækja og nota til þess að uppbyggja innviði og grunnkerfi samfélagsins. Og það meiri hluti þjóðarinnar bara sammála þessu. Það framsal var náttúrulega bara að koma inn í þetta vegna þess að það er alltaf verið að sleppa einu lykilatriði hvernig eru þessir peningar til, hvernig hugsuðir. Hvernig jóks... Með framsali. Nei, hingri núna. Nú ætla ég aðeins að útskýra. Ok, þú ert með fiskinn í sjónum og þú ert með einhvern kvóta og þú ert með fisk, ok? Svo ertu með eitthvað fyrirtæki sem er með eitthvað skip, fjárfestingin er skipið. Skipið getur veitt þennan fisk, en hvað svo? Á hann bara að sitja í höfninni? Nei, við þurfum að vinna hann eitthvað. En hver með að selja fiskinn? Hvernig ætlum við að búa til viðskiptatengsl við útlönd eða eitthvað til þess að kaupa fiskinn? Hvernig ætlum við að keppa við Norðmenn? Norðmenn eru með eina bestu markaðssetningu og markaðsnet sem þeir eru, hvernig ætlum við að keppa við þetta? Þú veist, það er verið að skauta fram hjá því að það er búið að fara óheyrilegur tími, óheyrilegur peningar, alls konar vinna í það að búa til viðskiptavinni. Búa til eitthvað þannig að við getum það framsali alla heimildar við? Nei, þið eru að tala þetta eins og þetta sé eitthvað með þannig að það hefur bara verið eitthvað fyrirtæki og þau hefur bara fengið kvótan og orðið rík svona. Nei, það gerðist við framsali. Þau urðu rík svona við framsali. Nei, þau þurftu að búa til viðskiptavinni. Nei, þau þurftu þess ekki. Menn þess að viðskiptavinnur var, þau áttu þennan kvóta hér. Þetta er minn kvóti og Jakob segir, ég vil kaupa kvótan þinn og ég skal láta þið fá þrefalt fyrir kvótan. En kvóti er einskis virði nema sért með eitthvað land eða eitthvað viðskiptavirðin út í bæ sem er tilbúin að kaupa fiskinn. Bara seldi kvótan svona. Já, það er bara kvóti er ekki nema kvóti nema sé eitthvað sem er tilbúin að kaupa fiskinn, skilur. Það skiptir einhver máli að þú getur veitt fisk en ef enginn vill kaupa hana þá ertu bara ekki skilur. Framsal eitt og sér. Við vorum að selja fisk. Afi minn sigldi í seinni heimsstyrjöldinni til Grímsby að selja fisk. Við höfum alltaf getað selt fisk. Já, en það var miklu betrið í núna. Það var engin, við bara komum með betri skip. Við höfum alltaf kunnað þetta og vinna fisk og allt. Við söltum fisk og allan anskotan, skilur. Einu breytingin sem býr til milljarðamæringana, það er framsali á kvóta. Það er eina. Það er enginn á móti því að veiða fisk og selja fisk og búti við, enginn. En svo kemur hitt. Sem var veitt heimild til þess að veðsetja kvóta. Já, það var ennþá vera. Og við vorum að tala Hannes Hólmsteinina. Ég man eftir svona eitthvað fyrir aldamót að þá satt ég einhvers staðar og var að hlusta á hann og þá var hann að tala hvað þetta hefði verið dásamleg gjörð. Allt í einu urðu til eitthvað 350 milljarðar bara pum! Svona. Bara þann dag. Og hann grét að þarna væri loksins komið auðvald sem að geti bakkað upp Sjálfstæðisflokkinn og tryggt þeim völd. Vegna þess að vandinn á Íslandi að hér hefði aldrei verið nógu tryggt auðvald eins og í öðru löndum. Ég held að hann hafi nú ekki sagt þetta. Jú, það er til fræg klippa á honum bæði í Kastljósi þar sem Gunnar Smári Er þið búin að segja hann hafi sagt þetta við beitum bara? Og svo líka var hann í viðtal og ég held að mig finna það líka á YouTube. Þannig að aðeins fyrir að bæta söguna sem er að krasandi. Horfðu á þetta, þetta er alveg geggja mynd. Það var að tala við Svanhildi Hólm og hana Ingu Lind þetta. Íslands í dag. Þetta væri bara, hann hafði bara, Loksins kom auðvald sem að gæti stýrt Íslandi. Já, ég ætla bara að segja fyrir hlustendur hér að þetta er ekki orðrétt eftir honum og er örglega ekki samt bara til að gæta sanngirni. Við sittum upp í verbúð þeirra sem auðguðust á þessum tíma. En má ég spyrja ykkur, hefur það, hvað er þinn hagur
hagur, þú veist, það bitnar ekkert á mér þótt að hann verði milljarðamæðingur. Það bitnar ekki á mér. Þú veist, af hverju ætti, ef hann er milljarðamæðingur, af hverju gæti ég fyrir það? Af hverju má það skiptir ekki máli fyrir mig sem Reykvíking að Davíð Oddsson hafi gefið bæjarútgerð Reykjavíkur frá sér. Þetta voru 4 togarar. Við værum sko ríkasta sveitafélag á norðurhvern jarðar. Nei, hann gaf, fyrirgefi, það bara, nú aftur þarf að leiðrétta það, hann gaf ekki bæjarútgerð Reykjavíkur frá sér. Hann leti þetta til Ísbjarnarins. Sem þurftu ekki að borga neitt fyrir það. Já, ég held að það hafi nú ekki verið þannig, sko. Nei, bæjarútgerð Reykjavíkur var svo sem ekki vel reikið fyrirtæki. Jú, það bara rangt. En það sem ég er að reyna að segja kjarnanum er að ef þér gengur vel, þá yfirleitt gengur mér betur. En mér gengur vel á því að vera að taka ausa úr sameiginlegum auðlindum, þá hlýtur það að koma niður á þinni velsæld. Nei, menna, þú og ég getum mætt á bát og fara að reyna að veiða fisk og við getum öll að veita mikið, þú getur kannski veitt ógeðslega mikið, en ef ég er betur þú í að selja hann til útlanda. En býttu, þú mátt ekki fara að veiða fisk. Nei, menna, ég bara... Fyrirgeðu, þú átt ekki kvóta. Ég á engan kvóta, ég má ekki fara að veiða fisk. En áttu bát? Nei, menna, ég á ekki kvóta. Ég til þess að ég kaupa báti, ég á ekki kvóta. Já, ég veit ekki, ég bara segja, þetta er rosalega einföldum, en þú mátt alltaf kaupa kvóta. Máttu ekki kaupa kvóta? Eða er eitthvað tilbúin að segja, já, þá áttu að kaupa hann. En eitt sem er, að hver sá sem kaupi kvóta, hann hlýtur að lesi fyrstu grein laga fiskveiðiheimildirnar. En ég ætla bara að segja eitt í þessu. Ég er ekki að segja hérna að kvótakerfið sé fullkomið. Það er auðvitað ekki fullkomið. Krakkar, förum undir svona. En það er ekki svona hæðilegt. Látt sem bankar í mig. Já, alveg bara, það er ekki meira vatn, ég er fann að svitna. En utanríkismál og sjávarútvegsmál, ég bara... Til hvers er ég það? Þú er fýtt maður. Þú fyrst að tala Þú er að reyfa höndum hér og allt. Þú bara, þú er ekki alla hliðar að þér, sko. Það er Ragnhildur Alda María, Jakob Bjarnar og... Af hverju átt alltaf að kíkja hvað ég heiti? Súlíma, þetta er ekki alveg, sko. Þú átt alltaf að kíkja hvað ég heiti. Af hverju varst að breyta nafninu? Já, í Súlíma. Já, því að amma heit Súlíma. Já, þetta er fínt, já, þetta er flott. Ég stýri svona þáttum og það er alveg merkilegt að hvað maður verður alltaf óöruggur hvað fólk heitir. Sko, ég er alltaf með nöfnir. Já, ég veit að þetta var svo leiðilegt. Hann var búinn að læra þeirra og svo koma mér þá. En hvaðan kemur þetta nafn, ef ég má spyrja? Það er gaman að vita. Ég er búinn að reyna að finna, en ég finna ekki. Ok, áhugavert. Það verður sérþáttur hér Súlíma. Elsta er einhver staðar frá Fanny á Siglufirði. Og skrifa fram í setu. Já, svona. Er þetta grænlenskt nafn, heldur þú? Nei, ég held að sé frá Miðjarðarhafinu einhvers staðar. Já, ok, spennandi. Súlíma. Hún hefur kemur með hita með sér líka. Já, en það er hérna fyrir ykkur sem eru að horfa á okkur og hlusta. En nú er augnablisli og síðan ætlum við bræðir að fara að ræða kannski kvótan eða bandarísk stjórnmál, ég veit ekki. Það kemur í ljósættir. Komum aftur eftir augnablik. Og takk ykkur fyrir. Takk fyrir sem við leiðis. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Herðu, við setjum hérna bræðurnir pólitíkin eftir okkar nefi, sagt í kynningu, ég veit ekki hvernig það er. Herðu, nú þetta veður úti. Já, þetta alveg ævintýralegt. Fólk skiptir skapi, allir verða svo glaðir og bjartsýnir. Já, ég var 2 vetur á Spáni og þá var það gott veður þegar ég fór út með hundin í morgun, mjög lettklæddur. Það kom út og finna bara 8 morgun. Heitan andvara. Það var algjör logg, sko, og það var bara heitt. Þetta var svo sjaldar sem að finna þetta hérna. Ég var ekki skjólklæddur. Nei. Það er hérna brandari í minni fjölskyldu, það var eitthvað sem sagði eitthvað að það væri svo gott að drekka hérna límonaði í hitunum í sumar. Það er bara lýsing sem passar á yngan hátt við Ísland, það er allir svona hitandir í sumar. Reyndar er það hérna... Já, hann er bara kannski bara 2 dagar, sko. Já, en það er nú oft svona heitara kannski Egilsstöðum og Héraði. Jú. Og svona kannski inn til landsins. Og Hallormsstað, það var eitthvað sko ævintýralegt í gæra fyrir þetta. Það er þróanalegt hérna fyrir sunnan sem er yfirleitt heitast í suðvestanáttum og þá fylgir því oft úrkoma. En við erum hérna bjartast í norðanáttum, þess vegna eru veturnir góðir hér, en sumurinn ekkert sérstök. Fyrir norðan getur veturnir verið anstíkilegir, en sumurinn ágætt. Síðasta sumar var bara einn vonbrigði. Ég held að það hafi verið þá að ég hafi verið komin í júlí þegar fyrsta skipti kom 2 stafa hitatala í Reykjavík. Ég held að það verið fyrra, sko. Að ég verið með að spila golf, sko, þá er þetta svolítið, minnist eitthvað að við spiluðum lítið, sko, það var bara ekki... En þetta vor, ég var hérna, held ég að vera að ræðuna hérna við Rauðaborðið að maður verið að sjá brum og trjánum bara í apríl og ég held að, þú veist, byrkið er bara meira og minna sprungið út sem ég held að þetta gerist ekkert bara vanalega fyrir í júní, sko. Svona langt. Og eins og ég sagði náðan, ég hérna svona lækur sem að líkur á milli hverfa þarna sem ég bý og ég sá þar sem sagt andar mömmu með 8 litla unga. Bara brá bara eins og þetta, bara falleg sjón. Það liggur við að segja að það fara að segja að það sé komið sumar það sé ekki vor. Já, er það ekki. Það er svona skilin, en svo náttúrulega en ég held að ég að vera svona veður bara fram á miðvikudaginn, ég fyrir lengur. Já. Svona meira minna, ekki kannski svona alveg heitt en ég held að ég að vera sólskinn í Reykjavík næstu 3-4 daga. Já, það þarf til sko svona hálfskíð á miðvikudaginn sem við spá sem ég með hérna og svo byrjar einhver rigning á 50. föstudag og laugardag. En hitinn er aldrei undir 13 gráðum. En núna hefur hérna veður áhrif á skaplindi fólks. Já. Heldurðu að hérna veðrið hafi áhrif á til dæmis störf þingsins og að það sé svona erfiðar að vera í einhverjum þrætum einhver leiðindi? Já, það ekki. Það sé svona óvinsælla. Á bíla svona misjant eftir fólki bara. En hérna, já, mér finnst þetta verið sko að vera að tala um hérna málþófið áðan. Bergþór Ólason er svona orðin svona ómunstraður sem fóringi hérna stjórnarandstöðunar. Hann tekur þetta á dugnaðinum. Já, hann mjög... Hans formaður er lítið í þinginu. Guðrún Hafsteinsdóttir, eftir því sem var sagt í ráðan, er mikið bara að ferðast út á landi. Já, daginn var svona málþóf og þá var Bergþór eitthvað spurður fjarveru formannsins. Og þá tilkynnti hann það, þingheimi og þjóðin allri, að Sigmundur væri að skrifa ræðu. Hann er kannski bara enn að skrifa ræðuna. Veit ekki. Og hann sagði ekkert hvaða ræðu, hann var ekkert spurður það heldur. Hann var í þinginu daginn, mál sem hefðu kannski átt að ræða sem er lögreglustjórinn á Suðurnesjum. Já. Ég held að Sigmundur hafi farið í þingið. Bara farið í jakkan og mætt upp í ræðupúlt og farið að tala um þetta sem svona pólitískar ofsóknir, kakvart skoðanabróður sínum. Já, og svo var fyrirsögnin Suðurnesjamenn í sorgarferli. Já. Af því að hann var hættur sem lögreglustjóri. Var það ekki bara innan lögreglunar eða? Það voru margir Grindvíkingar sem voru að gagnrýna hans. Farið hefur fyrir betra að segja þeir, sumir hverjir. Já, þess að kom mér þetta óvart sko, það var svona bara almennu stuðningur við hann. Nei, ég veit ekki, þess stundum fannst þeim, hann gangi of langt í að loka Akureyrar. Og ég veit ekki hvað er í þessu, ég bara man eftir ég man ekki eftir þessari svona almennum stuðningi við hann, alls ekki sko. Og við heldur
getum ekkert sett okkur í spór þeirra sem vildu vera áfram í Grindavík og svona, en að sumir tók þetta mjög nærri sér og ósáttir við skipanir hans, Úlfar Davíðssonar. Og hann hefur á Keflavíkurflugvelli hefur hann beitt sig fyrir því að fólk er bara vísað í burtu og það hafa verið færri hælisleitendur meðal annars út af því hvernig hann tekur á móti fólki, bara hendur því í burtu aftur. Og líka hann setur fólk í svona gæsluvarð og varðhald og það hefur verið gagnrýni inn í kerfinu á hans vinnubrögð. Þannig að bara í fangaklefa? Já, þessi bara hann og ég held að þetta komi fram í umræðu þessi alltaf margir í fangelsunum sem eru að teppa þeir sem hafa verið dæmdir komast ekki að það einhver leyti hvernig hann hefur staðið að verklagi heitir þetta líklega þarna á Keflavíkurflugvelli. Þannig að einhver leyti held ég að hann teppar fangelsun. Já, hann setur fólk, hann tekur mjög harkalega á móti þeir sem koma hingað og að sækja hæli. Setur hann bara í fangelsi og út aftur. Og það eru breytingar og þetta hefur aldrei fengist almenna rætt. Þetta hefur komið fram svona aðeins í fréttum og ég veit svona gagnrýni innan úr kerfinu að hann sé svona svolítið að spila sóló. Þannig að þegar það kemur svona tillaga inn í dómsmálaráðuneytinu að laga eitthvað til í embættinu gera það stærra jafnvel, flytja eitthvað verkefni þangað og þar leiðandi þurfi að auglýsa eftir því og þegar honum tilkynnt það setja auglýsa stöðun upp á nýtt og hann á einhver rétt á stöðunni, hann búinn í einhver 5 ár og ég meina það eru margir sem að ríkisforstjórar og fleiri sem að þurfa að þola það að staðan auglýst og þá sækja þeir bara eins og aðrir. Oft það reyndar að menn líta á þetta sem svona að ráðuneyti sé að tjá sig að þú færð það líklega ekki með því að það sé auglýst. Þannig hann ákveður að sækja ekki og fer og verður á launum ég menn ekki hvað lengi. 1 ár. Þannig að ráðuneyti hefur einhvern veginn kosið það, nei, þetta er bara eitthvað svona eðlilegar kerfisbreytingar sem eru og ég held að sé ekki alveg rétt í það. Já, þeim? Nei, ég held að sé þarna að hann hefur verið mjög umdeildur, hvernig hann hefur svona staðið sig, bæði gagnvart Grindvíkingum og líka hvernig hann hefur ekki lögregluembættið á Keflavíkurflugvelli. En mér finnst það bara leiðilegt að svona umræða, þetta eru mikilvæg mál, það er mjög mikilvægt að svona almenningur allur sé svona þokkalega inn í þessu og viti hvað ræður gjörðum hins opinbera. Mér finnst það svona leiðilegt að ráðarann og ráðuneytið geti ekki svona rætt svona meira opinskátt þetta. Geta þau það ekki? Er einhver þagnarskylda? Nei, held ég ekki Ég held bara kjósi það að þau ákveðu það að breyta þessu og tilkynna honum. Stækka það. Fjölgaverkefnum. Og ég held þannig að þetta verður raunverulega ný vinna. Já, eins og þú þekkir, eins og allt þetta tala sameiningu stofnana sem að verður oft til þegar ríkisstjórnir eru og kannski sérstaklega síðasta ríkisstjórn, vildi alltaf sameina stofnanir. Oft var það beint gegn einhverjum ríkisforstjóra sem að þau vildu losna við. Það bara sameinar stofnanirnar, þá þarf að auglýsa starfið laust og þú fékkst það ekki. Og þannig að þá geta þau stýrt í hverjir eru að stýra stjórnsýsluna. Og þannig þetta bara og stundum kemst það til umræðu að þetta sé það sem að drífur áfram ákvarðanar en mér finnst við allt og oft gefa eftir og láta eins og yfirborðsskýringin sé svo rétt á eina rétta. Og mér finnst í þessum málum að því að þarna eru bæði eins og Grindavík og hælisleitendur og hvort að fólki sé snúi við á landamærunum og allt þetta tala opin landamæri og lokun landamæri og allt þetta sem er búin að vera bla 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 í umræðinni að það sem er allt í lagi að þetta sé bara rætt Ég akkurat hef óttast ykkur umræði. Kannski verður það, kannski koma bara fyrirspurnin þinginu sem verður að svara Við skulum nú sjá til með það. Já, kannski, meinar hversu mörgum var vísað frá á landamærunum áður en að hann kom til starfa og eftir hann kom til starfa. Já, það veri, kannski kemur Sigmundur svoleiðis fyrirspurnir. Kannski getur við sendt á fyrirspurn til ráðuneytisins. Kannski getur við fengið Björn Leví, hennar eftir. Nei, við bara samstöð getur sendt fyrirspurn. Til ráðuneytið? Já. Já, við skulum kannski móta það. Við skulum kannski skoða það, hvernig við getum gert það. Já, fjölmiðlar með að gera meira af því bara. Þetta er eitt af það er svo erfitt að komast inn fyrir núna. Þegar við vorum með símanúmer allra ráðherra
Ég held að blaðafréttamenn núna sé ekki þannig. Við áttum bara alveg sama hverju fór ríkisstjórn, áttum alltaf símanúmerinu. Já. Eða svona þeirra nánustu, ég held að hafi verið þá að þeir sem að voru í þessu töldu að sko blaðamenn væru að segja frá. Og þess vegna þyrftu þeir sem að væru við völd eða í einhverjum embættum að vera í einhverjum tengslu við blaðamenn, því að frásögn blaðamannan er sú sem að er svona ríkjandi í samfélaginu. Og þetta áttu við lögguna líka, að hún sagði frá glæpamálum og ýmsum málum í gegnum blaðamenn, og þá er ekki að tala að blaðamenn hafi verið bara opin braut. Þú varst að segja blaðamennu frá því og svo skoðaði blaðamaðurinn aðra hliðar og þannig var frásögnin. Núna er miklu meiri svona lína í því að löggan bara gefur sína línu og ráðuneytið bara gefur sína línu. Og svo bara lokað, sko. Svo bara lokað. Þannig getum ekki spurt hvers vegna og hvað. Nei. Og meiri segja þegar það eru blaðamannafundir að þá það er ekki raunverulega blaðamannafundir, það er bara tilkynning og svo heyrðu við tökum bara stand-up viðtöl á eftir við sjónvarpsstöðvarnar og útvarpsstöðvarnar. Og það er allt annað, sko, heldur, það er allt annað þegar blaðamennir eru í hóp að spurja viðkomandi heldur en þegar það er bara einn og einn. Ég lærði það snemma, Smári, að ef ég taldi mig vera með góða spurningu á henni fundi, það spyr ég ekki. Já, það var að því að varst á DFF líka. Já, að þá hefði ég verið síðastur að birta fréttina. Já, það var vandi við að vera á DFF og þú varst kannski á blaðamannafundi kl. 3 yfir daginn og svo komu kvöldfréttir útvarpsstöðvana og sjónvarpsstöðvana og Morginn og öll flokksblöðin og svo kom DFF. Þetta lærðist. Já. En maður var líka, því að þá þurfti maður að læra, þá var maður líka fljótur að læra svona áhuga hinna fjölmiðlana, hvar hann lá. Og þá gæti maður bara valið sér bara eitthvað svona annað sjónarhorn sem að maður vissi að myndi halda yfir alla þessa fréttatíma, vegna þess að hinnir fjölmiðlarnir voru bara með annars konar áhuga. Já, það er rétt, sko, en svona var það, þetta var svona bara, þar voru við nánd við ráðarna og hétt bara ekkert svona bara, ég tökum vitur eftir, heldur það bara fundur, máli rætt, sko, og svo fannst maður þurfa aðra spurningu sem var nú alltaf, sko, að við viljum ekki láta hina heyra, að þá var það bara gert kannski bara í lyftunni niður eða eitthvað, sko. En talandi lögreglustjórann á Keflavíkurflugvelli, hann til dæmis lokaði fyrir fjölmiðla svona þeir gátu ekki fylgst með því þegar verið að vísa fólk úr landi, beinti ljóskösturum þannig að þeir náðu ekki ljósmyndum. Þannig hann var mjög umdeildur maður, sko. Og þess vegna kom mér þessi fyrirsögn bara þjóðarsorg á Suðurnesjum á óvart, sko, því að það passa bara ekkert við frétti sem hafa verið að þessum málum hingað til, sko. Nei, svo er það einn maður að skipta starf, sko. En rannsóknarspurningi var svo, mun því að við erum óvön góðu veðri, mun gott veður hafa áhrif á pólitíkina að næstu dögum? Já, kannski, já. Ég var á fundi niður Austurvelli í gær, mjög fjölmennu fundi til stuðnings Palestínu og svona gegn þjóðamorðinu og með svolítið svona vinkil á þáttökuna í Eurovision. Það var rosalega margir, sko. Og svona veðrið hefur áhrif, sko. Já, auðvitað. Fólk mikið svona margir að tala mikið og svona fólk svona. Það gjörbreytir okkur. Já. Ég hef svolítið sagt að það sem ég er að ganga með hundin þá, og ég segi góðan dag, þá svona ekki alltaf sem er svarað tilbaka. En núna er góðan daginn. Það er þannig. Já, herðu, og það var eftir að koma í ljós hvernig okkur gengur að hafa rauðaborðið í vikunni. Það er náttúrulega, við erum á grilltímanum, þar sem allir eru út að grilla. Já. Er þungt á morgun? Ég veit ekki. Það kemur bara í ljós. En við hefum náttúrulega gert þetta, við vorum í síðastliðið sumar, þetta hafi ekki verið sérlega gott sumar, að þá breyttu við svolítið svona rauðaborðinu og höfðu svona annað form á því og ræddum svona önnur mál. Það er líka þannig að þeir sem eru að hlusta á okkur eru með hugan kannski annar staðar. En samt er það ekki þannig að við ætlum að fara að verða bara eins og Bylgjan og tala bara grill og tjaldútulur. Þannig að pólitíkin heldur áfram. Stór mál er að störfum.
gríðarlega stór mál sem að fara þarna í gegn. Já, þannig að það bara nóg að taka þar. Eitt varðandi áhrif á veðrinu, ég heyrði einhvern segja að því að það var svona mikil umfram eftirspurn eins og sagt eftir hlutabréfum í Íslandsbanka. Það var einn sem að sagði að kannski það verða bara veðrið, það var allir svo bjartsýnir og að Grey Almenningur keypti þarna alveg í stóru bílförmum hlutabréf. Almenningur, þetta er náttúrulega bara fólk sem hefur mikið umleikis, velstætt fólk sem var að kaupa þarna, það er ekki svona almenningur. En það er náttúrulega mátti fara alveg niður í 100 áskall eða ekki? Já, en það er ekki margir sem að ég held að sé það er spurt að þessu reglulega, áttu fyrir óvæntum útgjöldum og þá er miðað við 80 skatt sem að ég held að sé svona hugmyndum þurrkara. Þetta er svona bæði, ég held ég Hagstofan spyrir þessu og svo varða rannsóknarsetur BSRB og ASI hefur líka spurt svona. Og ég held að sé vel yfir 30% sem að geta ekki mætt óvæntum útgjöldum. Þannig að þú veist að þá er allavega komið með það að það eru en núna ætlar Inga Sæland, félagsmálaráðherra, að láta leita, lúsa leit að hvort það sé einhverju sem að svindla í til þess atvinnuleysistryggingakerfinu og örorkukerfinu. Þetta er nú nokkur ár síðan það var umræðu síðast þarna þegar að Vigdís Hauksdóttir var formaður fjárlaganefndar, en ráðherrann núna er byrjuð í þessu. Já, ég held þetta að væri alltaf í gangi, ég held þessi verið svona hnappur hjá Tryggingastofnun. Bent á... Já, ábendingar. Það var einhvern tímann, ég veit ekki, kannski ég er búið að taka niður aftur. En þetta er svolítið eiliða mál, þetta kemur alltaf upp í umræðinu í þinginu og það er nú fyrst og sjálfstæðismenn sem hafa rekið þetta áfram og verið alls konar svona kenningar stórfellt svindl og það á við út allan heim en við þekkjum eiginlega lengi dæmið þess, sko. Þú veist, það var stórt svindlmál í Danmörku. Það var starfsmaður Tryggingastofnunar sem var að svindla. Þannig að... En það var til þess að íslenskir öryrkjar og fleiri urðu fyrir því að rannsakaðir inn í drep vegna þess að Danmörkumál sem var startaður þá og það var mjög mikið ósætt það hjá þjóðinni að væri verið að þessu. Enda árangurinn enginn þeirri rannsókn sem fór fram. En núna er bara komið önnur svona rannsókn í gang. Já. Og þetta er náttúrulega, þú þekkir fólk sem er á bæði eftirlaunum og örorkulífeyri. En það er fylgst með öllu, þú veist, þú færð að bakreikninga af því að þú fyrst arf og þannig að fólk verður að gefa aðgengi að bankabókunum sinni, og það er líka að þú ert framfærslu sveitafélagana, það er alveg það sem fólk þarf að gefa upp sín persónulegu mál er alveg ævintýralegt, og svo er það líka alls konar svona hlutir að það er kannski uppkomið barn sem er í húsnæðisvanda og flytur inn þar sem að þú varst með íbúð hjá félagsbústöðum, kannski öryrki 60, segjum það bara. Og þá allt í einu falla niður húsnæðisbæturnar. Þannig að fólki sem er þarna, er með allra minnst umleikið, lifir í svona bara eftirlitssamfélagi á meðan að geta stjórnvalda til þess að vera með skattrannsóknir á hinum allra auðugustu eða allra stærstu fyrirtækjunum er eiginlega engin. Þeir viktu það bara viljandi. Og samkynniseftirlitið getur ekki... Hefur enga mátti til að fara í frumkvæðisrannsóknir? Það var rannsókn sem ég las fyrir svona 12 árum, ég held að hún var norsk, það var að grafa hann upp. Og þá var sagt að ég held að það hafi verið svona 2% hinna auðugustu, að meðaltali svíkjaðu 30% af skatti og hlutfall þeirra af öllum skattsvikum var bara 97% af upphæðum, Þannig ef að þú værir að búa til skattaeftirlit og svona eftirlit með svindli gagnvart hinu opinbera, þá ættir að leggja alla áherslu á að fylgjast með allra stærstu fyrirtækjunum og allra auðugustu fólkinu. Þar er bara mestu líkurnar á því að það sé verið að svindla
af því það bara mestu möguleikarnir á að gera það og það náttúrulega langstæðstu upphæðirnar. Þannig að oft þegar það er verið að ræða þetta þá sér fólk fyrir sér svona píparann sem að svindla og tekur ekki nót, þú veist. Það auðvitað er það eitthvað slatti, en bara langstæðsti hluti allra skattsvika meðal hinna auðugustu. En þar eftirlitið svo veikt að við getum ekki haft eftirlit með því. Og það litið svo á hjá Sjálfstæðisflokknum sem að lagði alltaf áherslu á að halda fjármálaráðuneytinu meðal annars til þess að veikja skattaeftirlit, að það væri eiginlega ósanngjarnt, það væri eftirlitsiðnaður, að það væri hnýsni og fleira, en þeir sem eru á örorkubótum að þeir bara lifa við það að þeir hafa eiginlega ekkert persónu Frelsi. Nei. Og geta ekki neitt sko. Nei. Það er alltaf ykkur að kíkja inn í gluggann. Já, og mér finnst leiðilegt að heyra það ef Inga Sæland er að taka þátt í því. Herðu, en það gott veður og við biðjumst bara afsökunar á því að hafa veitt fólk inn í stúdíu til að tala landsins gagn og nauðsynjar. Það var nú líflegt samtal hjá okkur eða ekki? Jú, og þau stóðu sér bara vel hérna. Og við þakkum hlustendum kærlega fyrir að hafa hlust og þeir sem voru að horfa líka og við þökkum Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En mest þökkum við áskrifendunum sem að halda samstöðunni gangandi. Allt sem að þið sjáuð hér og heyrið í boði áskrifenda. Fólk sem að veit að það ekki komist að þeirri niðurstöðu að það sé mikilvægt að halda samstöðunni gangandi, að hérna sé farið fram umræða sem að skiptir máli í lýðræðislegu samfélagi, en hún mun ekki alltaf áfram nema að einhver hluti áhorfenda og áheyrenda leggi starfinu lið með því að gerast áskrifendur. Ef að þú ert sama sinnis og það fólk, að þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er knappur sem stendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 á mánuði, sem er bara fjórðungur af því sem kostar að verða áskrifta á Morgunblaðinu. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hugmyndin er svo að þetta sé fjölmiðl sem er í eigu áhorfenda og áheyrenda almennings í landinu. En við þökkum fyrir í dag og óskum ykkur bara góðrar helgar þar sem eftir aðvinni, en svo sjáumst við aftur hér annað kvöld klukkan 8, þá hefst umræðan við Rauða borðið.